verið velkomin til fundar, til 13. fundur sveitarstjórnar þessu kjörtímabili. Áður við göngum til dagskrár þá langarum að gera dagskrárbreytingartillögu, þannig að við bætum við einu lið sem er númer 6, lundur, fundur númer 4 og aðri liði mun það færast til í samræmi við það. Þessum samþykki gefið merki, það er samþykkt samhliða og þá gefið þér orðið Ágúst til þess að fara yfir nokkur atriði og rekstur sveitarfélagsins fyrir okkur. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það er nú ástæða til að bara bjóða fólk velkomið til leiks á ný eftir sumarleyfi. Byggðarráðið búið að vera að funda í sumar og allt fullt af verkefnum í gangi í sjálfu sér. En það er gott að vera komin hérna saman á ný til að halda utan um þetta. Ég hef áhuga að segja frá kannski aðeins framkvæmdum og öðru sem er í gangi, svona aðeins að fara yfir það. Og það er gatnagerð í gangi hér upp í Guðrúnartúni sem við köllum og er langt komið og í rauninni að verða tilbúið bara á næstu dögum. Þannig að það er þá klárt. Það er svona smá frágangur í vegaköntum og slíku sem er eftir. Nú endurnýjun í íbúða sveitarfélagsins, það gengur ágætlega. Það reyndar ekki staðist alveg tímamörk hjá verktökunum í öllum tilfellum, en við höfum svo sem ekki gert neitt mikið úr því, heldur bara aðalatriði að þessi hús rísi og við fáum íbúðirnar afhentar svona núna í haust. Og við erum svo sem með eina íbúð sem við höfum þegar komið í útlegu, en síðan á næstu dögum munu koma 2 í viðbót og síðan skömmu síðar aðrar 2. Þannig að ég á von á því að í októberlok verðum við búin að fá 5 íbúðir afhentar. Þannig að það er jákvætt. Síðan er að rísa slökkvistöð. Það er auðvitað Brunavarnir Rangárvallasýslu sem er að byggja hana, eða sem sé er að kaupa það rými, en það er samkvæmt áætlun nokkurn veginn líka hjá verktakanum sem er með það og gaman að sjá þetta gerast. Nú síðan er viðbygging hérna við íþróttahúsið á Hellu, það er sömuleiðis á áætlun með þessi aðeins á undan áætlun, þannig að við eigum örugglega geta nýtt það eins og við ætluðum okkur, tekið í notkun neðri hæðina þar sem að geymslurnar eru núna vel fyrir áramót og síðan er gert ráð fyrir því að húsið verði klárað og tilbúið fyrir 1. júní á næsta ári. Þannig að það er bara allt fínt af því að frétta. Nú kannski aðeins með vatnsveituna að auki að það hefur auðvitað verið basl hjá okkur með vatn í sumar, bæði út af þurrkum og eins því að kerfið að hluta til annar ekki nógu vel því sem það þarf að anna. En það horfir nú til betri vega núna. Við þurftum að loka sundlaug á Laugalandi til að bara spara vatn í rauninni því að staðan var þannig. En síðan eru framkvæmdirnar komnar á stað við stækkun vatnsveitunar og það er gleðilegt. Og það er bara samkvæmt áætlun í rauninni. Bygging á vatnsdeilitanki í Fögrubrekku Hjallanessi og síðan þessar vatnslagnir sem til þarf. Nú sorpstöðin, það er mikið í gangi þar. Það er náttúrulega búið að breyta sorphirðunni í sýslunni og við erum að halda utan á reksturinn á þessu okkar sveitafélag og þannig að þetta er mikið í kringum þetta núna búið að vera í sumar því að þá er verið að byrja á að taka lífræna hlutan sérstaklega frá og eitt og annað sem að breytingar bara vaxandi umfang á þessum sorpmálum, meiri flokkun og það hefur svo sem gengið á ýmsu, rennt blind í sjóinn að hluta til með hvernig sorpbirgðudagatal
kom út og þurftum að gera breytingar, sáum að þetta gekk ekki alveg upp og kannski ættir að gera einhverja frekari breytingar en þetta gengur nú að mestu leyti samt vel. Þó að einhverjum hnökrar séu vissulega á þessu sem reyndir að bregðast við jafnóðum. Nú, ég vil nefna líka að við erum að klæða hús á Laugalandi. Það er auðvitað á vegum húsakynna en við eigum það með byggðarsamlag með ársreikningum. Það er verið að klæða elsta hluta skólabygginganna og búið að skipta glugga og ætlum að loka þessu öllu núna fyrir veturinn og klára að ganga frá því sem að múrviðgerðum og máling og slíku utan þannig að við höfum þannig að því sé lokið og þá getum við tekið til við næsta mál. Þannig að stefnan að klára þetta allt núna í haust. Nú síðan erum við eins og til stóð að skipta dúk í sundlauginni hérna á Hellu og því fylgja viðhaldsaðgerðir varðandi eitt og annað í kringum sundlaugina, stúta og slíkt, en við vonumst til að það eigi alltaf að geta heppnast vel og við getum við opna sundlaugina aftur núna á næstu dögum. Oddi byggðarsamlag, það er eitt byggðarsamlagið enn sem að rekur skólan okkar og þar var oddadagurinn núna 19. ágúst þar sem allir starfsmenn hittast og mjög gleðilegu dagur. Jóhann Ingi, fyrrum landsliðsþjálfari, var með skemmtilegan pistil þar og til hvatningar okkur sem erum að fást við þessi mál og það er þetta ný skólastjóri hérna í grunnskólanum á Hellu sem það eru tímamót mikil og nú við erum að opna nýja leikskóladeild núna hérna við Heklukot og mönnun sem við höfum verið í brasi með að það væri nægjanleg mönnun að hún er bara að verða mjög góð þannig að þetta á alltaf geta gengið upp og afar gleðileg tíðindi og rekna með því hún opni núna í byrjun á október. En húsnæðið hins vegar sem við gerðum upp og í tengslum við þessa stækkun á leikskólanum að það er tilbúið og farið að nota það. Og síðan langar maður að skjóta því líka að það eru margir starfsmenn, leikskólastarfsmenn sem eru í námi. Það er ótrúlega magnað. Þannig að mér sýnist að verði alltaf 10 starfsmenn leikskólanna okkar í námi til að læra eitthvað sem tengist leikskólafræðum. Leikskólakennarar eða uppeldisfræði eða slíkt sem að nýtist í þessu og það er jákvætt. Nú ég vil nefna líka að hér var 40 ára afmælishátíð Friðlands á Fjallabæk í síðustu viku og það var mjög skemmtileg samkoma og vel sótt. Friðland á Fjallabæki er 1/7 af sveitafélaginu Rangárþing ytra þannig að það er eðlilegt að við höfum mikinn áhuga á því hér heima fólk og teljum þetta að vera mikilvægan stað. Og nú Landmannalaugar eins og við vitum að þar erum við með samþykkt deiliskipulag sem að sveitarstjórnin okkar samþykti en það deiliskipulag er með fyrirvara umhverfismat sem þarf að fara fram til að hefja framkvæmdir við bílaplan og ég tala nú ekki um eitthvað meira þannig frá. Og það er komið af stað og er bara verður unni núna á næstu mánuðum og endalega í vetur og allt miðar þetta nú að því að við getum þá varið þessum fjármunum sem við vorum búin að ná í úr ferðamannastaðasjóðnum góða á næsta haust í þetta bílaplan sem er nú svona fyrsta skrefið í að breyta þessu þarna frá. Og nú, ég nefni líka þetta hús sem við erum í hérna, sem við eigum auðvitað stóran hlut í, Suðurlandsvegur 1-3, þar er það að frétta að langflest rými í húsinu eru í útleigu. Það voru með þessar rými sem að hafa lengi verið laus hér, eru þá að leigjast núna. Það er laust rými reyndar hérna í kjallara sem að mun
sem menn munu gera gangskur að koma í útleigu núna á næstunni og svo ánægilegt að segja frá því að við erum að fá bakara á Nýhinga og Hellu. Það Almar bakari er samið við okkur eða gert sem sé samning við fasteignafélagið og ætlar að opna hér kaffihús og bakari, þannig að áfram verður bakari á Hellu eins og verið hefur í áratugum saman, að sjálfsögðu. Síðan vil ég nefna að forstjóri og starfsmenn skipulagsstofnunar voru hér í heimsókn í gær og voru meðal annars að fjalla aðalskipulag okkar. Við vitum að við erum þar á lokametrunum að klára endurskoðun á aðalskipulagi og það að vera að fara yfir það örfáatriði sem að þar standa ennþá út af og mér fannst eftir þann fund að þessu verkefni sé að ljúka og við getum sem er gleðilegt líka. Ég vil að endingu nefna auka landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga sem að haldið var núna, var það ekki bara í síðustu viku og við vorum á hér nokkur og þar var umræðuefni sameining sveitarfélaga og ný stefna stjórnvalda í þeim efnum þar sem að gert ráð fyrir því að sveitarfélög verði að lágmarki 250 íbúa eða sem sé lágmarks stærð sveitarfélaga verði 250 íbúar 2022 og 1000 íbúar 2026 og við erum fleiri en það og þurfum ekki að hugsa þetta þess vegna en það er alveg ljóst að það mun verða eitthvað hreyfing í þessum málum hér á Suðurland og hjá nágrönnum okkar og kannski okkur á næstunni og eru bara stór tíðindi í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ágúst. Þá bara göngum til dagskrár og liður númer 1. Það er OPDBS fundur 18. Það er fundargerðar lög fram til kynningar. Liður 2. Íþrótta- og tómstundunefnd, fundur númer 5. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það er tekin út liður 2.1. Líkamsræktarstöð Hellu. Niðurstaða íþrótta- og tómstundunefndar og nefndin leggur til að samningnum við Geimheilsu verði sagt upp og sveitarfélagið festi kaup á þeim tækjum sem til þarf. Skoðað verði hvað sé til að tækjum sem hægt er að nýta. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundunefndar og feli nefndinni í samráði við forstjóra íþróttamiðstöðvar að gera tillögu að búnaðarkaupum. Orðið laust þessa tillögu. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Oddviti, mér finnst við í sveitarstjórn ekki hafa næg gögn til að sjá, mér finnst þetta verið svolítið fljótfærni að ætla að segja upp samningi við Geimheilsu á þess að hafa gögnum hverju þetta er að skila sveitarfélaginu sem sagt og eins líka hvaða kostnað við þurfum að leggja í málið, þannig að mér hugnast ekki að segja svona samningi upp svona 1, 2 og 3. Og velti líka fyrir mér hver eru forgangsatriðin hjá sveitarfélaginu í bara málum almennt. Við erum búin að leggja núna gríðarlegt fjármagn í íþróttahúsið, nýtt áhaldahús og ný viðbygging þar, það 130 milljónir í það hús. Og ég velti svolítið fyrir mér, ætlum við að fara að setja núna kannski 15-20 milljónir í tækjakaup til líkamsræktar. Er það forgangsatriði? Á meðan til dæmis að leikskólalóðin hérna á Hellu, hún er afskaplega vanbúin tækjum. Það hefur ekki verið keypt leiktæki þar, foreldrafélagið keypti þar síðast leiktæki fyrir einhverjum 3 árum held ég og það var ein lítil rennibraut. Foreldrafélagið í leikskólanum keypti líka núna einhverju rólur, þar það hafa ekki komið upp reyndar ennþá. En það verður ekkert verið sett í þessi mál hérna. Við erum að spara í leikvöllinu okkar og ég bara velti mikið fyrir mér. Ætlum við að fara að leggja þetta eitthvað, ég talaði nú við nefndarfólk mitt þarna, eina nefndarmannesku og hún viðraði það að hugmyndi væru jafnvel að taka tæki sem væru til í sveitarfélaginu niður í Þykkvabæ og færa þau hingað upp og það er alveg verðt að skoða það en þá varum við líka að hugsa að við erum að skerða það þjónustu við aðra íbúa sveitarfélagsins og okkur stætt á því og svo líka með það eins og varðandi þessi tæki. Jú, það kostar bara kannski visst að kaupa einhver ný tæki og þess og þar, en það kostar að reka þetta og eins og samningurinn kveður á núna þá erum við ekki að greiða fyrir viðgerður og þess aftar á tækjunum, við erum ekki að greiða reksturinn á þeim.
nýtæki náttúrulega þurfa ekki mikið viðhald en allt bílar þetta nú og þarf að endurnýja. Þannig að ég svona velti þessu svolítið fyrir mig hvort að þetta sé virkilega forgangsatriði hjá okkur. Þannig að bara varpa þeirri spurningu. Takk fyrir það. Steindór? Já, mér finnst þetta bara eiginlega alls ekkert hægt að mynda sér skoðun þetta. Þetta ekkert með þessu sem sagt hvað við fáum, hvað þetta að gefa okkur núna og ef það búið að reikna það, ég veit ekki hvort það sé búið að reikna forstöðum maður eitthvað, þá finnst mér að þau gögn mætti vera í gögnunum. Þannig að maður hafi einhverja forsendur til að meta af hverju verið að segja upp þessum leiguaðila og farið að ákveða að sveitarfélagið. Þetta nú svona opinber aðila finnst mér allavega, ég veit ekki ykkur hinn. Opinber aðila séu oftast að vasast í svona sem þeir þurfa ekkert endilega að vera í. Og þarna, ég veit ekki hvað liggur eins og baki að segja þessu upp. Þetta ekkert, það vantar alveg vel inn í þetta, þannig við erum bara alls ekkert geta einu sinni rætt þetta, þegar ég veit ekkert þetta nema að þetta kosti 15 milljónir að kaupa tæki að þau eru öll kemur. Þannig að það það, mér finnst ég ekki geta tekið inn að upplýsta ákvörðun þessa tillögu. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Þú mátt kannski svara ef þú hefur áhuga en ég segi bara fyrr, já. Annað líka, já, sem ég velti fyrir mér. Sveitarfélagið að stórum hluta að reka hérna verslunarhúsnæði sem náttúrulega ekki okkar verkahring og ætlum við að fara að reka líka líkamsræktarstöð. Þetta spurningin ég held að sjálfstæðismenn ætluðu, það væri svona stefna þeirra að styðja framtak einkaaðilans. Við erum ekki að reka þessa starfsemi sem ekki okkur skylt og leyfa einkaaðilanum að koma að þessum hlutum. Því þetta á ekki kosta, þetta ekki okkar grunnþjónusta. Við erum að leggja gríðarlegt magn í íþróttamannvirkin og höfum bara flotta aðstöðu og það bara ber að þakka það og bara mjög ánægilegt að hafa svona mörg íþróttamannvirki sem maður getur boðið og sé í lagi. En já, ég ekki alveg mér finnst vantar svolítið meiri undirbúning og jafnframt með þetta, þessar tillögur hjá Íþrótta- og tómstundunefnd eru margar hverjar mjög flottar, vantar svolítið mikið samt gogn með þeim finnst mér og það vantar líka svolítið að þegar maður sér, ég sem kjörin fulltrúi sé fundarboð og þá vantar oft gögn með þessu, þannig að maður geti kannski haft samband við sína nefndamenn án þess að vera að stýra þeim, en samtal náttúrulega nefndarmanna og sveitarstjórna fulltrúa þarf náttúrulega að eiga sér stað. Þannig að maður geti kannski fundið hvaða áherslur eru nefndarmenn að leggja. Þetta hlýtur að þurfa að vera í samhljómi við áherslur innan sveitarstjórna. Því það er voðalega kjánalegt að fara stíga á fæturnar eins og gerðist hérna síðasta haust að þá voru tillögur Íþrótta- og tómstundunefndar var slegnar út á borðinu í sveitarstjórnum. Þetta svolítið svona, mér finnst þetta ekki flott vinnubrögð. Mér finnst að nefndirnar eigi að ráðfæra sig við okkur, kjörna fulltrúa kannski, hvaða budget höfum við, hvað getum við, er velvild fyrir þessu. Og seinna hérna á fundinu þá eru tillögur okkar í álista teknar fyrir, 3 tillögur og þær eru afgreiðslu á þeim frestað og þeim vísað til byggðarráðs, til umfjöllunar og til fjárhagsáætlunargerðar. Mér finnst eiginlega eðlilegt að þessum tillögum Íþrótta- og tómstundanefndar að þær fengju bara sömu afgreiðslu frestað og þeim sé vísað bara í byggðarráð til fjárhagsáætlunargerðar, bara vinnu við fjárhagsáætlunargerðar. Ef það á að fara að gera þetta svona bara, við samþykkjum þetta bara, þá finnst mér eiginlega bara hreinlega með okkar tillögur, ef það bara svæfa þær svo í byggðarráði, tillögur álista sem að kosta eitthvað, kalla á einhver fjárútlát, þá finnst mér eiginlega bara hreinlega að þær séu bara tekna fyrir á fundinum og þær séu bara felldar. Það er óþarf að vera að eyða tíma og kröftum byggðarráðs í það að vera að vafstrast með eitthvað sem ekki vilji fyrir að samþykkja. Þannig að það er miklu hreinlegra bara að fella okkar tillögur strax í sveitarstjórn og þurfum við ekki að hugsa það meira og eyða meiri orku í það og undirbúningi og afla gagna og þess þar. Þannig að ég vil bara frekar að þær séu þá bara tekna til afgreiðslu strax og felldar, hvort sem það í mars, apríl, maí, júní, júlí, skiptir mig engu máli, en ég vil bara, það þarf bara svolítið að fá svolítið klippt og skorið. Ég allan ekki tilbúin að samþykkja svona þessar tillögur, bara svona já og amen og svo eru okkar tillögum bara vísað í byggðarráð. Þannig að takk. Takk fyrir þetta.
það er reyndar í umræðu nefndinni kom þetta fram og var mikið rætt þessa heilsurækt og við fengum forstöðumann íþróttamannvirkja á fundinn til þess að fara yfir þetta og það voru þetta nefndamenn með í því og þar var lagt til þetta tilboð sem var búið að gera við ýmsu tæki en auðvitað er þetta ekki tilboð til útfærslu þannig séð og þess vegna er tillagan þannig að fela nefndin í samræðu forstöðumann íþróttamiðstöðvar að gera tillögu til búnaðarkaupa. Við erum með þann samning við þennan aðila núna í líkamsræktar aðstöðuna og forstöðumaður fór bara yfir það hjá okkur nefndinni hvernig sá samningur væri og nefndin komst þeirri niðurstöðu að það væri betri leið að segja upp og sem sagt kaupa tæki inn í þessa nýju aðstöðu. Við erum að byggja hérna viðbyggingu og inn í henni er reiknað með að sé aðstæða til líkamsræktar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna út því, en það var jafnframt rætt að það væri hægt að leita til einhverja líkamsræktarstöðva eða annað sem myndi hugsanlega hafa áhuga á að reka hérna líkamsræktarstöð, en þetta er sem sagt niðurstaða nefndarinnar. Stendur. Mér finnst þetta ekki skýranlegt. Það er engin gögn með og það er náttúrulega oddvitur formaður nefndarinnar, þannig að þetta er eins og þetta sé bara, við skiljum þetta ekki alveg sko, af hverju eru það ekki gögnin sem kom út úr þessu viðtali við forstöðum og sett inn á gáttina sem það geti kynnt sér málin. Af því að eins og þetta er þarna að það kemur ekkert fram að eigi að leita eitthvað annað, þetta er bara stendur þarna, þetta er bara eigi bara að segja upp þessu og sveitarfélagi kaupi. Það er svo skrítið hérna með sjálfstæðismenn hér, þeir halda alltaf opinbera aðilar hérna í þessu sveitarfélagi séu svo aðeinslegir í rekstri. En hérna, það er orðið svolítið mikið sem sveitarfélagi að reka og ég finnst þetta. Þá er kannski samningurinn bara svo ákvæmstlega lélegur. En ég vil þá fá að sjá það. Samningurinn er í munn á gáttinni? Nei, þú veist, það eru eitthvað tölur. Þetta er ekki nógu gott hvað í rauninni bara við erum að fá út úr öllu. Það er alveg þessu 6.000 kall á hausinn og eitthvað svona sko. Þannig að það er bara svona, og maður veit ekkert hvað það sko eru margir hausar sem að, og sundlaugin og þetta. Þetta eru tölurnar alveg inni á einstaklingin, en ekki svona heildar í rauninni bara sem tekjur sko. Því að þetta er alltaf, þannig að kemur til með að verða svona meiri rekstur fyrir sveitarfélög, myndi ég halda að reka þetta, eins og bara þetta viðhald og annað. Og líka þetta er náttúrulega ekki samræmi að samþykkja þetta samþykkja en fara alltaf með í byggðaráð. Það er önnur saga en það má skjóta hér ekki en ég skil það heldur aldrei í sveitarstjórn, við erum hætt að ræða málin hér, það fara alls svona mál í byggðaráð. Ég var bara kosin inn í sveitarstjórn til þess að ásamt ykkur stjórna þessu og þetta er alveg svona mini sveitarstjórn. Byggðaráð, maður er 3 mánaða fríi, 4 mánaða fyrirvera, sumarleyfið. Man bara fara að klæða í puttan og komast aftur í fundi. Þannig þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða, en það kemur kannski þess ekki við, en mér finnst þetta fer oftast í byggðaráð, kemur til okkar til kynningar og hvað á þá restina af þessum sem ekki er byggðaráði að fara eitthvað að draga sérstaklega ef þessa vinnu sem byggðaráði er búið að gera. Og mér finnst, og oddviti ekki eins og í byggðaráði, mér finnst þetta svo eitthvað mjög orðið hugsunarlega góð í upphafi, en þetta er eitthvað sem að ég er hættur að skilja hvernig þetta virkar, en þetta finnst mér bara hreinlega að þurfa, þetta er kannski bara ágætismáli, en það var svo tölurnar. Takk fyrir það. Ágúst. Já, ég vil segja fyrir mig að ég meina við þetta bara tjáum okkur öll mál hér og það bara förum yfir þau eins og okkur þykir best og við viljum. En það er ekkert að því að málum sem vísa að þessu kynnt fyrst hér, kannski að koma fram í fyrsta skipti, og síðan þarf að vinna einhverja tölur eða eitthvað slíkt og þá getur bara verið að það hentað ágætlega að byggðaráð vinni í því. En þetta kemur alltaf fyrir sveitarstjórn aftur, þannig að það er hægt að tjá sig þetta oftar en einu sinni. Þetta er meira að segja, ég heldur að þetta sé til fyrirmyndar, þetta verður þá allavega 2 umræður flest öll mál. Þannig að ég kann vel við þetta, ég verð að segja það og ég held að sé ekki verið að reyna að fela eitt eða neitt.
og sjálfsögðu þurfum að hafa öll gögn í höndunum til að geta myndað okkur skoðun, en það eru öll gögn inni. Þú getur mér að skoða bara allt sem viðkomandi mál frá því það var stofnað í vondkerfinu. Gerir það er bara öðruvísi. Þannig að ég bara vil ítrekka það eru öll gögn sem til þau eru aðgengileg okkur öllum. Og þannig að það er þannig. Og ég heldur ekki sammála því að ég að taka flottar tillögur frá álista og eitthvað að vísa svæfa þar í nefnd. Við höfum bara ekkert gert það. Við höfum bara tekið vel í eiginlega allt sem að þið hafi komið með. Oft þarf að vinna hlutin eitthvað meira, tillögurnar koma nú oft bara mjög seint fram og eins og gengur bara. Og við sjáum þar í fyrsta skipti bara ekkert löngu fyrir fund. Þannig að það er ágætt að þær fái þá bara einhverja umfjöllun eða vantar einhverja frekari tölur eða útbúa eitthvað meira. Svo kemur þetta bara aftur fyrir sveitarstjórn. Og ég man nú ekki eftir mörgum málum sem að hafa sofnað. Þetta hefur alltaf verið tekið upp einhver staðar fyrir rest, annarkvort í fjárhagsáætlun eða bara hreinlega tekið fyrir eftir og afgreitt. Þannig að ég kannast ekki við það. Og styð það bara, ég meina, við tjáum okkur þetta allt saman og bara eins lengi og við þurfum, sko. Takk. Það ekki eins og að byggðar á sitji og reikni og fari yfir tölur. Þetta alltaf bara starfsmenn, sveitarstjóri, fjármálastjóri og aðri sem koma með tölurnar. Þannig að byggðar á þeir ekkert sitjandi og reiknandi út og þetta bara umræða sem ég finnst að ég að taka í sveitarstjórn því að það tefst eins og núna það málum vísað í sveitarstjórn, svo koma þetta til kynningar, þetta vísað til afgreiðslu í byggðaráði, koma aftur samt fyrir sveitarstjórn, það klárast ekki að græða þar, til kynningar og þá finnst mér verið að ræða það einmitt sko, aftur og eyða eiginlega vinnu í það síðan fyrir bara fólk sitja hérna og taða mig til hana. Frestinni jafnvel og takk hérna á næsta fundi og klári bara umræðana þar í staðin fyrir að hluti sveitarstjórnarmanna þurfa alltaf að vera að lesa það sem kemur út og vinnu byggðarráðs. Og þetta er bara frí, ég bara örgulega finnst að fara í frí en 3 mánaða frí finnst mér bara svolítið mikið. Ég myndi gjarnan vilja fara á fleiri fundi, finnst þetta bara gaman aðeins sko, vil gjarnan taka þátt í umræðu sem mest sko en uppbyggja voru eitthvað gott byrjun við að þetta þurfi eitthvað líka að skoða kannski framhaldinu. En til að þegar ekki tala um hann. Takk. Ágúst. Já, við erum svo mikið miklu við þetta bæta átiti í sjálfu sér. Nema, jú, kannski ég talsmaður þess að ef okkur finnst við ekki vera búin að hafa nógan tíma eða vantar eitthvað frekari gögn, það liggur ekkert á. Það alveg hægt að bara kalla eftir frekari gögnum og flest öll þessi mál sem við erum að ræða tillögur þessum fundi, þetta snýr á einhverjum tímapunkti að fjárhagsáætlun næsta árs. Þannig að við þurfum hvað sem að fara yfir allt saman í tengslum við það. Eins með þetta, það skiptir engu máli hvort að þetta afgreitt núna eða eftir mánuð í rauninni. Nema, jú, ef að menn alltaf segja upp þessu samningi við GIM að þá tegist það eitthvað lengur en það skiptir ekki öllu máli í heildarsamninginu. En ég vil líka tjá mig það, ég þekki aðeins þetta samning við GIM og var ég ekki á fundi íþrótta- og tómstundanefndar, heilsu íþrótta- og tómstundanefndar. En ég hef oft talað þetta við forstöðumann íþróttamiðstöðvar og reynsla okkar að þessu samningi ekki góð eins og kom fram hjá þér áðan, Oddity. Og hún bara ekki góð. Hann hefur ekki staðið við þá samninga sem hann hefur gert við okkur. Við höfum endurnýjað þetta einu sinni allan frá því ég kom hingað og þá veltum við þessu mjög fyrir okkur. Það stendur í samningnum að það eigi að vera manneskja sem á að vera að kenna fólki á og hjálpa til við líkamsræktina. Það hefur aldrei verið. Það bara stenst ekkert. Við erum með afgömmul tæki yfirleitt, eitthvað sem allir aðrir eru hættir að nota og það ekkert að koma neinu tjónka neitt við þetta. Síðan bara alveg nýjir tímar í líkamsrækt og mjög mikil trend í því að aðaltækin í dag eru lóð og reyndar hlaupabretti. En lóð eitthvað sem aðallega notað. Akkurat núna það eitthvað tíska í þessu og eitthvað þannig en þetta gjörbreytt frá því sem var og þarna niðri í kjallara núna allt og mikið af tækjum sem eru bara ekki neitt notuð. Þannig að ég held að sé svolítið ný staða með þetta.
Þannig að ég held að það væri nú gott að það er kannski hægt að umorða þessa tillögu eitthvað og gefa meiri tíma. En ég held að það væri alveg upplagt að Íþrótta- og tómstundanefnd myndi gera tillögu hvað þyrfti að vera þarna, burtséð frá því hver á tækin eða hvað. Svo vil ég segja eitt að lokum að því það var að tala tæki sem í þykkvabba, ég held við höfum ekkert að vera að hreyfa í því. Það er bara, sko, þau voru keypt 2004 eða eitthvað. Þannig að við förum ekkert að flytja þau neitt til. Þau eru bara í notkun þar finnst mér og við hefum bara að hugsa þá annað hér. En ég sé lítið eftir þessum samningi. Takk fyrir. Haraldur. Já, þetta sé ekkert að því að skoða þetta mál aðeins betur og leyfa kannski nefndin að útfæra þessar hugmyndir aðeins betur hvaða tæki þarf að taka inn í nýja líkamsræktarstöð en það er litið tekið undir hvert orð sem að Ágúst hefur sagt í þessu að hann hefur greinilega kynnt sér þetta eitthvað þó hann hafi nú ekki sést oft í rektinni kannski. Frá því að þá er þetta alveg árétt sko að tækin eru sem að við höfum verið að leigja hana og borgum tölvöld mikið fyrir úrelt og gömul og mörg hver ekki notuð þannig að það er alveg ástæða til að skoða þetta núna á þessum tímamótum. Takk fyrir. Það er nákvæmlega ástæða til að skoða þetta þess að við viljum að skoða þetta mikið betur til dæmis hvort einhver annar myndi vilja koma með nýstaflega leigutæki. Það kemur hvergi fram að það hafi verið reynd og mér finnst þetta bara það að há upp það. 15 milljónir sem við tala sko að þurfi ekki að segja þeir allt gert í einu en mér finnst þetta bara að gefa þeim sjans á að undirbúa þetta og vinna þess meira í þessu. Ég legg til að breytum tillögunni. Þess vegna að felum frá nefndinni að koma með hugmyndir, konkrét. Þetta er með heilsuverði. Þú skil því að þínu. Heilsu Íþrótta- og tómstundanefnd, ekki. Er ekki bara að vísa málinu aftur í nefnd? Jú. Geta ekki fresta aðeins að vísa málinu aftur í nefnd og óska eftir. Meira útfærum til Nú var ég yngur Karl. Getum við ekki tekið jákvætt í erindið til þess að lýsa yfir vilja okkar það að segja þessum samningi eins og þau voru að leggja til og við tökum jákvætt í það en útfærum þetta að við útfæra þetta betur eins og þess að Góður punktur. Já, ég held það. þetta mest að maður getur svo sjálf að tekið jákvætt í óbundverðan restur. En Já, en var hún ekki að tala jákvætt í það? En auðvitað eins og segir, tækin eru drast, það vita það allir og svo finnst mér alltaf þetta tillaga, finnst það svo alltaf málið. Það er bara að setja svo teku jákvætt í hérna. Þetta er þetta tillaga. Já, stendur ekki alltaf. Tillaga að sveitarstjórn taki jákvætt í erindið en áskipti frekar útfærslu Heilsuíþrótta- og tómstundanefndar til rekstur og búnaðarkaup. Já. Þessi, já. Kannski ein hugsun hvort að hvenær einspurning hvenær áætlað þá að eigum að setja Íþrótta- og tómstundanefnd einhvern ramma ef það er ætlun að huga að þessu á næsta ári þannig að það byggðar á eða við í sveitarstjórn við þurfum að fá náttúrulega upplýsingar bara sem fyrst
Þannig að það er spurning að setja þarna inn fyrir að skilja tillögum inn fyrir næsta fund sveitarstjórnar, næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Og ég veit ekki hvort það þurfi að setja það inn í bókun en ég myndi gjarnan vilja sjá tölurnar einmitt, hvað þessi samningur er að skila okkur. Hverju hann er að skila sveitarfélaginu, hvað þetta er að kosta okkur, bara hvað brúttótalan er. Og svo náttúrulega þetta að reksturinn á tækjum, ætlum við að fara að reka þarna líkamsræktarstöð og greiða þá jafnvel starfsmanni fyrir að vera þarna og leiðbeina. Er þetta partur af því sem að sveitarfélagi vill leggja áherslur á? Höfum við efni á því? Eða er eitthvað annað sem er meira aðkallandi akkurat núna? Því að mér finnst 130 milljónir í aðstöðuhús þarna, ég finnst það bara ansi vel í lagt í þennan málaflokk í bili, því það er svo margt annað sem situr á hakanum með okkur af grunnþjónustunni. Ágúst. Já, oddviti, ég vil bara, ég held að þetta sé bara góð lausn. Gera þetta svona, fá betri yfirsýn á málið og ég vil bara vekja athygli á því að samkvæmt upplýsingum sem ég hef reksturinn á þessu, þá erum við að reka þetta í dag. Það er engin annar að reka þetta. Þetta er bara, það er bara þannig. Það er engin annar að kenna á þetta eða hjálpa til þarna en við. Þannig er staðan. Það er þá eins gott að gera það bara þannig. En ég steig þessa tillögu, mér finnst þetta bara fín leið og ekkert að því. Skoða þetta betur. Gott mál. Þessi getur samþykkt þessa tillögu. Ég ítreka spurningum mína, þarf að setja það sérstaklega inn í bókun að við óskum eftir að fá kostnað eða er nóg að gera þetta munnlega og það verði gert? Ég get sjálf því að það muni koma tölur. Það muni koma nánari tölur, já, bara ítreka það. Ég vil gjarna fá betri upplýsingar. Þá ber ég þessu tillögu upp til atkvæða. Greiðslu, þeir sem getur samþykkt þessa tillögu, gefið merki. Það er þessi tillaga samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 2-3 sem er tekin út líka, heilsueflandi samfélag. Það er niðurstaða íþrótta- og tómstundanefndar. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að sveitarfélagið taki þátt í verkefni heilsueflandi samfélag á árinu 2020 og nefndin taki að sér verkefni til þess að byrja með. Nefndin leggur til að 2 milljónir króna verði varið til verkefnisins á árinu 2020 og gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. Og það er tillaga að sveitarfélagið taki þátt í verkefni heilsueflandi samfélag frá og með árinu 2020 með þeim hætti sem íþrótta- og tómstundanefnd leggur til og felur byggðarráðið frekari útfærslu í fjárhagsáætlun næsta árs. Var þið lausn þessar tillögu? Var það þetta? Já, hérna er náttúrulega sama mér finnst að það ætti bara að vísa þessu, það er alltaf að taka jákvætt í erindi. Við sem sveitarstjórn getum náttúrulega líka bara ákveðið þetta að við viljum gjarnan vera heilsueflandi samfélag. Við fengum nú kynningu á því í janúar og þetta er mjög svona sjarmerandi hugmynd og alveg bara vel hægt að hugsa sér að taka þátt í þessu. Það er beðið þarna 2 milljónir og ég veit ekki með þessari tillögu hvort að við séum að samþykkja þess að 2 milljónum verði varið í þetta verkefni. Mér finnst vanta líka þarna svolítið útfærslu í hvað á að nota þessar 2 milljónir. Erum við að fara að nota þetta í starfsmannahald eða erum við að fara að greiða landlæknisembættinu eitthvað eða erum við að fara að setja upp eitthvað tæki eða það vantar svolítið svona meiri vinnu þarna á bak við þessa hugmynd og þegar þetta vantar svolítið meiri útskýringar þannig að ég legg eiginlega til það við getum náttúrulega bara samþykkt það að við verðum heilsueflandi samfélag árið 2020 en ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvað það kostar okkur bara hvað við þurfum að leggja þarna inn, er þetta bara nóg að sækja þetta og fá bara stimpil eða verðum við að leggja eitthvað lágmarks fjármagn inn í þetta þannig að mér finnst einhvern veginn að við vísuðum hinu aftur í nefnd þá finnst mér að kannski að við ættum að leggja það til bara að við myndum vísa þessu bara aftur í nefnd líka og þá bara nánari útfærslu á þessu því að mér finnst hugmyndin mjög góð og mjög svona sjarmerandi ef maður slettir. Takk. Það kostar ekki það kostar ekkert að taka þátt í þessu verkefni við landlækninum. Þetta er bara samkomulag sem við gerum við landlækning heilsueflandi samfélag og þessum 2 milljónum
þær eru lagðar til þess að geta starfrækt hvers kyns viðburði eða þjálfun eða hvað sem til þess að framfylgja bara og því sem hugmyndum sem eiga við þetta heilsueflandi samfélag. En það kemur fram í þessari tillögu sem að það er bara tillaga að sveitarfélag taki þátt í þessu verkefni, heilsueflandi samfélag, frá árinu 2020 og síðan farið það til byggðarráðs í frekar útfærslu varðandi þessar 2 milljóna króna beiðni. Já, akkurat eða svona þetta, við varum að spá í hvað, þegar það einhvers staðar annars staðar talað 25% starfshlutfall, hvort þetta væri í það eða í hvað þetta væri, það þá allavega búið að svara því. Og svo finnst mér núna líka eins og áðan, það var hálfsvektu þegar nefndir eru farin að fela byggðarráði allt sérstæðar líka byggðarráð útfærslur að því oddviti nú líka þarna. En það nú sveitafélag, það sveitastjórn, búin sveitastjórn. Það fyrir þetta að það hvergi talað 25% starfshlutfall í þessu. Nei, ekki þessu. Nei, ég var bara það eitthvað annað til það sem kemur seinna, hvort það væri eitthvað tengt þessu, en af því að það stendur ekki í tilkvæmstæðina, en það útbúin svara því, þannig að bara takk fyrir það. Ágúst. Já, bara oddviti það er þessi tillaga okkar en ekki nefndarinnar að þetta færi byggðarráð. En mér finnst ég alveg nóg af upplýsingum í höndunum til að styðja það að við verðum heilsueflandi sveitarfélag. Þannig að ég vil bara að við samþykkjum það. Og eins og með annað sem snýr að fjárhagsáætlun næsta árs, þá þarf þetta að fá einhverja umfjöllun hjá apparatinu okkar sem sér að stilla upp fjárhagsáætlun og sem við svo samþykkjum sem sveitarstjórn svo sannarlega. Þannig að mér finnst líka bara gott þetta að fara í þangað. Þannig að ég myndi vilja styðja þessa tillögu eins og hún bara. Mér finnst hún bara fín. Og hún er ekki eins og þetta síðasta sem hún á fjallum finnst mér. Mér finnst þetta öðruvísi. Þetta með öðrum hætti. Við erum búin að fá kynningu á heilsueflandi samfélagi og allt þetta. Þannig að við eigum að vita allt þetta. Takk. Fleiri sem vilja kveða þessu ljós. Svo ekki, það bara tillögu. Þeir sem getur samþykkt þannig gefa merki. Sitja. Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum 1 sekúndu. Liður 2.5 útivistarsvæði. Það er niðurstaða íþrótta- og tómstundanefndar. Nefndin leggur til að keyptur verði ærslabelgur í samstarfi við ungmennafélag Heklunar í haust og lagt til að hann verði nærri leiksvæði grunnskólans á Hellu. Áætlaður kostnaður er krónur 988.284 en þá á eftir að ganga frá honum. Einnig verði skoðað hvort hægt sé að koma upp hjólabrautasvæði og strandflagvelli. Og það er tillaga að sveitarstjórn taki undir bókun íþrótta- og tómstundanefndar og fyrir sveitarstjóra að hrinda þessum hugmyndum framkvæmd í takt við svigrúm fjárhagsáætlunar ársins. Orðið lausn þessa tillögu. Já, takk fyrir oddviti. Enn einu sinni, þetta er sama. Ég velti svolítið fyrir mér, erum við að tala um að fara að kaupa þennan ærslabelg núna í haust, núverandi ári, er eitthvað eftir að fjárhagsáætlun þessa árs, að fjárheimildum þessa árs til að kaupa hann. Mér finnst það galin hugmynd að vera að kaupa ærslabelg núna og fara að setja hann upp. Maður gerir það ekki fyrir veturinn, því að það gagnast ekki á veturinn. Mér finnst líka þurfa að ætla að sé, ég hef spurningu með, er búið að ræða við stjórnendur grunnskólans á Hellu, hvort að þeir kæri sig að fá þetta nálægt skólanum, því að þetta kallar væntanlega á aukna gæslu. Það er aukin slysahætta, ég veit ekki eins og hvort það megi. Mér finnst ærslabelgur mjög flott fyrirbæri, en spurningin er á þetta ekki bara heima á okkar útivistarsvæði sem er náttúrulega við Nes. Það er búið ákveða að sé þar, hvort þetta er ekki heima þar frekar, því að þetta er viss hætta sem að felst í því að fara að setja þetta við grunnskólan. Ég er ekkert viss að skólaleiðar og kæri sig að þurfa að vera með sérstaklega gæslu þar og svo, já, og eftirlit við ærslabelg. Takk. Já, það er stendur. Já, ég myndi nú halda ungmennafélag Hekla lítur á alltaf kaupa þetta, því þeir áttu nú fleiri milljónir síðast þegar ég vissi í sjóði, þannig að mér sýnist þetta svona sé verið að fara fram á að sveitarfélagið kannski aðstoði við frágang, en hugmyndin er fín
Ég tek undir það hvort það sé eitthvað ígrundað í samtali við þá sem að í skólanum og mér sjálfum finnst mér þetta flott þarna með öðru útivistar skemmtitækjum niður á svæðinu niður við Nes, útivistar svæðinu. Það ætti frekar heima þar með öðru svona dúti en fínt að fá Aslaberg. Takk fyrir það. Þetta verður auðvitað ekki gert nema í samræði við skólastjórnendur. Þetta bara tillaga sem sagt frá nefndinni, þetta verður þar. Þannig að öðru leyti það eins og kemur fram félag sveitarstjóra hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd í takt við svigrúm fjárhagsáætlunar ársins. Þannig að það rýmist innan fjárhagsáætlunar. Já, það er bara lykilatriði og þetta auðvitað verið talað búið að tala þetta í sjálfsögðu þessar hugmyndir í sko nokkur ár sko, hvaða fólkgangursröð á þessu og menn eru svona greinilega komnir niður á það hvað fólki langar mest að gera fyrst og þetta er þetta er þá ekki fyrir fjárhagsáætlun næsta árs, heldur þetta bara samkvæmt fjárhagsáætlun ársins og það rými fyrir eitthvað af þessu, ekki allt, það alveg ljóst en það hægt að komast að mjög góðum samningum með því að kaupa til dæmis Aslabelg núna og þannig að það held ég alveg rækið að gera það og síðan þetta okkar að koma þessu fyrir og gera þetta vel og en mér finnst nú reyndar í sem sé svona í skilaboðin allavega frá íþrótta- og tónlistarnefnd þannig að það sé ekkit einhverjar það er ekki úrslitaatriði að þetta sé einhver staðar á nákvæmlega einhverjum stað heldur að það sé fundin staður sem að hendar best og sjálfsögðu þarf að ræða það við skólastjórnendur og hvort að það hendar eða hvar það myndi henda best og ég tek alveg undir það, mér finnst að við hefum að hlúa það útivistarsvæðinu í Nesi og hafa þar ýmsa möguleika fyrir fólk og kannski er það málið, það er náttúrulega í nágrenni við grunnskólann og Hellu enga síður. Það er stutt að fara og fólk krakkarnir og kennararnir að fara í leiðangra í tengslu við námið þannig að ég held að þetta sé þið besta mál og þetta er sem ég bara ítreka það þetta er sem sé gagnvart fjárhagsáætlun þessa árs. Takk fyrir það. Hvað Já, mér finnst hugmyndu góð en mér finnst vanta kannski nákvæma útfærslu, eru við að fara að borga þennan 988.000, mér finnst vanta svolítið kostnaðarskiptinguna, hvað ætlar ungmennafélagið að leggja til, mér finnst vanta nánari kostnaðarútfærslu, ég veit ekki, mér sýnist á þessu að Aslabelgurinn sjálfur kosti 988.000 rúm, en ég gerir mér ekkert grein fyrir hvað ungmennafélagið ætla að greiða stóran þátt, þannig að ég get ekki samþykkt svona opinn tékka þótt að það verður eflaust ekki hár en mér vantar gott þannig að og ég skil ekki alveg þetta taka bara undir bókunni og hvað er þá með eins og hjólabrettisvæði sem við fengum hérna og það víst verið að skoða það man nú ekki hvernig afgreiðslan var á því fyrir hjá okkur í byggðarráði en þessi rampar sem búið að vera að tala og mikið aðkallandi líka það kom á undan hérna inn þannig að já, mér finnst bara ekki nógu þetta er ekki nógu vel útfærð hugmynd þótt að hugmynd sé góð í grunn. Takk. Þetta í rauninni að sko sé búið að tala Aslabelg talsvert lengi og var nú safnað fyrir honum í 7. júnikappi til að mynda og þetta var auðvitað allt rætt eða líka þessir brettaæppar og strandleikvöldur í nefndinni. Ágúst. Og ég legg til að mér finnst að við eigum í þessu tilfelli, mér finnst ég alveg að hafa næg gögn í höndunum og í þessu tilfelli finnst mér við eigum að treysta bara nefndinni sem er búin að fjalla þetta og það eru fulltrúar frá bæði álista og D-lista og fólki sem er á kafi í þessu og ég treysti mér alveg til að bara samþykkja þetta og svo þannig að við förum að gera eitthvað í þessu en tölum ekki mikið lengur. Já, oddviti, ég legg til að við setjum bara upphæð á þetta. Þannig verið að tala 980.000 rúm og ef við segjum að
nefndin hafi 1,5 milljón til að vinna. Ef að það rúmast innan þessa svigrúms, að við höfum eitthvað í höndunum til að segja ok, þið megið fara þetta langt en ekki lengra. Takk fyrir það. Hugrún? Mér langaði bara að segja að þið talið að hjólarampar og strandblakvöllur eða annarkvæmt hafa komið undan. Ég veist bara einhvers staðar var maður að byrja líka, þannig að það bara jákvæmt að það sé eitthvað að gerast. Sama hvað kom fyrst eða hvað. Mér finnst þannig jákvæmt að þetta sem sagt aðeins aðvísi íþróttir en þessar hefðbundum sem hafa fengið þessi mikið, þannig að það nú jákvæmt að þetta sé jólabretta blakvöllurinn. En það náttúrulega eðlilegt að sveitastjóri sem starfsmaður sveitafélagsins viti allt þetta. Við vitum kannski ekki alveg nákvæmlega hvaða borð fyrir, sérstaklega ekki þeir sem ekki eru byggðarráði, hvaða borð fyrir Báru að og eins og ungu karl segir, þetta náttúrulega kannski gott að fá einhverja tölu. Svona auðveldar að samþykkja heldur þetta getur maður grein fyrir þetta er ekkit núsa upphæðan og sjálfsagt ungmennafélag tekur eitthvað leiti þátt í þessu, lítur að vera. En það er erfitt að vera á móti þessu, mjög erfitt, en það er ekki undarlega auðvelt heldur að samþykkja þetta svona. Þó að þetta sé lítill upphæð, það eru svolítið margar svoleiðis upphæðir sem geta sem tínast til. En vinnan er góð, ágætt sem vinna sem búin að fara með nefndinni greina, það er... Það bæta við hámarki á upphæðina, eða sérstaklega upphæðina. Já. Eða hámarki. Meinur. Þannig að ég bara öll spyrja, hvað er mikið eftir af, hvaða svigrúm höfum við? Eru þær upplýsingar til? Já, ég get svara fyrir það að við höfum þarna svigrúm en sko, við vitum ekki nákvæmlega hvað strandblakvöllur kostar eða hvað við þurfum að kaupa mikið, við vitum auðvitað hvað stakir rampar kosta og höfum verið að vinna með sérfræðingum í því, getum við fengið lykt til að byrja með til að prófa bara, vita hvort þetta virkar og svona. Þannig að, en við höfum ákveðið svigrúm, við erum með kringum 5 milljónir á þessum lið í rauninni, en við getum auðvitað ekki eitt í öll í þetta, það er alveg ljóst. Þannig að hugmyndin var nú bara svo að við höfum allavega örugglega efna á þessum belg og getum bara keypt hann og það er alveg ljóst. En hvað við getum gert mikið meira á þessu ári, það verður eiginlega að taka það saman bara og vinna með það og það er það sem við erum að tala um. Við vinnum með það áfram. Og bara sjálfsagt að upplýsum það nákvæmlega þegar við vitum hvað við viljum nákvæmlega í hvað var þessa rampa og það. Mér finnst það ekki liggja alveg fyrir. En varandi æslabelgin þá liggur það fyrir, hvað hann kostar nákvæmlega. En að því tillagan hans að maður ætla að fara of mikið við þetta, þá er tillagan náttúrulega þannig að sveitarstjóri klárið þetta, þannig að það er ekki í rauninni verið að leggja til að þetta verði eitthvað skoðað og svo lagt fyrir kannski eins og byggðarráð. Þannig að það í rauninni er verið að með tillögun að segja að þú getur klárað málið. Það ekki, rétt hjá mér. Já, eins og bara öll önnur mál sem eru hjá sveitafélaginu og allir aðrir fjárhagsliðir, þá auðvitað er ég í vinnu við það, að vakta þá og passa að reyna að fara ekki fram úr einu lið og svo framvegis. Það er alveg sama við þetta eins og allt annað, sko. En svo bara spurning hvað menn vilja vera með nákvæma leiðbeiningar í þessu. Við vitum það að við viljum auka við möguleika varðandi þessi leiktæki eða þessa heilsurækt eða þessar íþróttir, við vitum það og svo bara hvað komumst við langt á þessu ári við að koma þessu öllu áfram. Við vitum alveg hvernig strandblakvöllur lítur út
og við vitum reyndar nokkuð vel hvað hann kostar. En það meira á huldu gagnvart þessum römpum, hvað við höfum efni á að kaupa mikið í rauninni. Þannig að já, það auðvitað verið að treysta mér fyrir því, en það spurning hvað maður vilja gefa nákvæmar bendingar með svona mál í rauninni. Þannig að já, kannski þarf þetta að vera einhvern veginn öðruvísi. Ég hef enga betra útfærslu allavega, get ekki lagt til neina aðra tillögu. Mér finnst þetta alveg þokkalega skýrt. Takk. Já, Margrét Harpa, þú stóðum þetta. Já, mér langar líka bara að segja, það búið að setja svolítið út á að það sé verið að vísa í Byggðarráð, svo þegar það kemur ekki núna þá sett út á það líka að það sé ekki sett í Byggðarráð. Ég skil ekki alveg hvað sérst frá ykkar hálfu eða stundurs. Það má líka bara vísa þessu fyrir sveitastjórn, ekki Byggðarráð, endilega. Nei, þú sagði Byggðarráð. En það þannig núna, reglunar, Já. sem maður myndi geta verið breyta. Takk. Margrét Harpa. Já, náttúrulega talandi það sem að kannski Steindór væntanlega á við að þarna sveitarstjóri falið bara að taka ákvörðunum það hvort við kaupum Ærslabelg, setjum strandflagvöll eða kaupum rampa. Og kannski, ég treysti honum svo sem alveg fyrir því að hugsa það mál en náttúrulega gjarnan bara mætti koma svolítið frá okkur eða frá samfélaginu, íþrótt og tómstundafræmt, hvað af þessu á að kaupa. Eitt líka sem ég velti fyrir mér, þessi 988.284 krónur, þetta með uppsetningu? Það hlýtur að vera til einhvers konar grófleg áætlun, eða þetta bara strípaður belgur? Það kemur fram þarna að þetta 988.284. Þá eftir að ganga frá honum, já ok, bara til að vera viss. Það fram þarna að maður leggur til að keyptur verði Ærslabelgur og einnig verði skoða hvort hægt sé að koma hjólabretti sem strandflagvelli. Og þetta auðvitað skoðað með tilliti til svigrúms fjárhagsáætlunar, hvert svigrum þar. En þannig að leggja til að keyptur verði Ærslabelgur og einnig skoðað hvort hægt sé að koma öðru. Og til að hljóða þannig að sveitastjóri sé falið að hrinda þessu í framkvæmd, þessum hugmyndum. Ágúst. Já, mér finnst þetta bara nokkuð skýrt. Auðvitað er þetta alltaf erfið verkefni, sko. En nefndin segir, við viljum gera þetta allt saman og reynum að gera eins mikið af þessu ári eins og við mögulega getum. Það finnst mér vera verkefnið. Ein örstu uppspurning líka, að því að það var nú auglýst að ungmennafélagið ágóði af 17. júní kaffi ætti að vera að fara í þetta. Hver var ágóðin? Veit einhver það innan sveitarstjórnar? Ég veit það ekki. Og bara hvað hefur ungmennafélagið ætlað sér að taka stóran þátt í þessu? Hefur verið rætt við ungmennafélagið? Bara maður viti það. Þetta er svolítið svona opinn tékki. Erum við að fara að sjá alveg uppsetningu og þeir greiða 10.000 bara svona til að geta verið með? Eða eru þeir að fara að taka helming á móti helming? Takk. Takk, Steindór. Já, þetta er svona bara einhvern veginn það sama, og því að félögin eru með svona styrki og annað þá auðvitað og það sé kannski meira til í stjórst starfi þá alltaf tegjulegt hvað er mikið aukalega í þetta en ég er svona sem ég segi, þetta er kannski ekki þær upphæðir af þetta stæðs og ég er ekki það ég vantreysti sveitarstjórnum til þess að ákveða þetta sko en þannig að þetta er að vera svo sem fullrætt minni hálfa allavega. Víkur. Já, oddviti, það kom fram í máli sveitarstjórna að sveitarstjórn hafi þegar samþykkt 5 milljón krónur á þennan lið. Hvers vegna þurfum við þá að vera að fjalla um þetta? Já, ég segi bara sama, ekki nema bara auðvitað þetta eru áhersluatriðin sem koma frá nefndinni, að þetta sé gert, að þetta sé það sem er lagt og að áherslu á. Það kemur ekki fram í fjárhagsáætlun í rauninni, hvaða atriði eru nákvæmlega. Þannig að það eru leiðbeiningarnir sem að koma þau gegnum þetta gagnvart fjárhagsáætlun ársins, þá þurfum við ekki að ræða það í sjálfu sér, ég meina hún liggur fyrir og þú veist, það er verið að nota
í aðra þætti líka, en hugmyndin þetta bara svo að spila úr því sem við höfum eins langt og við komumst og reynum auðvitað að gera þetta eins hagkvæmt og hægt kosti eins lítið og hægt en við fáum eins mikið fyrir peningin eins og hægt það held ég að sé nú bara grunn hugmyndin í þessu og ekkert nema bara áfram hugsun. Já, ég held að það sé hárrétt að þetta við erum að nota þessa peninga en mér finnst þá að við erum að segja ok, hérna er það sem við ætlum að nota 1,5 milljón í þetta núna af þessum 5 milljón að skilyrða þessa afgreiðslu með fjármagni eða semst hversu mikið við ætlum að nota í þetta skipti. Og við leggjum til að verði þá að sveitarstjóri sé falið að hrinda þessi framkvæmdi að upphæð að hámarki 1,5 milljón eða 2 milljón eða 5 milljón sem á líklegum. Takk, Haraldur. Ég held að sé alveg óþarf að vera að skilgreina einhverja 1,5 milljónir þannig að sveitarstjóri falið að unna verkefnið og ég treysti því bara að hann fari ekki fram yfir það svigrúm sem ætlað í þetta sko. Hann fer örugglega eins langt og hann kemst bara fyrir þessa peninga og ég bara sé ekki að þetta sé neitt vandamál þannig séð. Takk fyrir. Nei, maður getur alveg samþykkt að það er bara á þeim grundvelli að þetta sé bara væntanlega þá eftir nokkuð viðamiklar rannsóknir á því að þetta sé það sem að samfélagið vill að það sé búið að skoða það eins og komið hérna fram að það er hægt að virða nefndina líka eitthvað, væntanlega er hún búin að vinna þetta út frá því sem eftirspurn eftir, þannig að peningarnir eru til, þannig að það endi ekki með að maður ekki spaðan upp fyrir þetta. Þetta er lög. Stemmer. Já, takk. Já, þetta er náttúrulega bara, umræðin búin að leiða okkur því að þetta liggur við að þetta eigi bara verið til kynningar. Það liggur við að þetta sé bara óþarf að vera að taka þetta út. Ef það eru til peningar í málaflokkinn og þá veltir maður líka fyrir þessu vöngum í framhaldinu ámaður að bara setja til dæmis og segja sér til 5 milljónir í þennan málaflokk ámaður að í komandi fjárhagsáætlun ef maður setur upp fjármagn í þennan málaflokk ámaður að vísa þeim peningum bara til nefndarinnar og segja gerið það sem að og láta nefndina hafa fjárreiður þess ákveða hvað á að gera við þennan pening við það fjármagn sem sveitarstjórn setur í þetta. Það er ein leið og þarf þetta ekki að koma fyrir svona. Þetta er náttúrulega já, þetta er svolítið tímaðislega kannski verið að velta sér þá upp úr þessu. Ef það er, já, við þurfum kannski að hugsa þetta. Hvort við ættum að setja bara sá peningur sem er settur í þennan málaflokk, hann bara farið til nefndarinnar, íþrótta- og tómstundanefndar, því gjarnan vill maður auka vægi nefndanna hérna. Og það hefur nú stundum verið rætt innan okkar rannum, hvort að það eigi að veita hverri einni nefnd einhverjar fjárreiður sko, að þú hafir úr einhverju að spila og geti þá bara svolítið þurfum við kannski ekkert að vera að kynna það meira en svo, bara verið kjörnum fulltrúum og leita álits, en leyfa kannski nefndunum svolítið að hafa frjálsræði þar Þannig að, já, spurning bara, taka þetta, já, verið ekkert að afgreiða þetta. Takk. Ágúst. Í svona ljósi umræðunar þá finnst ég bara ágætt bara þessi tillaga verið bara borin upp og greiddum maður atkvæði. Mér finnst þetta að vera komið á þann stað, við erum búin að ræða þetta þótt vel, sjónarmiðin hafa komið fram, þannig að ég velti fyrir mig hvort að það er ekki bara óhætt, því að þetta er nú, segir nú bara að við tökum undir það sem að nefndin er að benda á að þurfa að fara í og þá er þetta svona bara ítrekun á því að drífa þá í þessu. Það er til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki sem byggt með ákveðin sem er tveir sitjum. 926 lýðheilsugöngur 2019. Það er niðurstaða íþrótta- og tómstundanefndar að nefndin leggur til að tekið verði þátt í lýðheilsugöngum 2019 og fyrsta gangan verður 11. september. Formaður nefndarinnar falin umsjón með verkefninu og það er tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun íþrótta- og tómstundanefndar.
Einhver sem vil kveða sér hljóðs þessa tillögu? Margrét Elfa? Já, nei, mér finnst þetta bara, ég vil bara hrósa þessu, mér finnst þetta bara flott. Skemmtilegt að hafa þetta í boði og taka þátt, mjög gott. Fleiri? Svo ekki, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það er liðið 3, stjórn Suðurlandsvegar 1-3 hafið 4 fundur. Það er fundagerðin lögð fram til kynningar. Liðið 4, sorpstöð Rangárþingi, PS, fundur 205, það er fundagerðin lögð fram til kynningar. Og liðið 5, skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra, fundur 17, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði. En fundagerðin að öðru leyti staðfest og að venju lesi yfir þessa liði til látið vita að það vil ekki athugasemd við eitthvað fram, annars er litið svo á að þetta sé samþykkt samhljóða. Liður 5.1, Hrafntóftir, lóð, Hrafnholt, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra er skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform um landskipti né fyrirhugað heiti á lóðinni. Nefndin tekur enga afstöðu til misræmis í lóðastærð fyrir skráningar en telur jafnframt að umrædd leiðrétting hafi engin bein áhrif á stærð upprunnijarðar. Tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.2, Árbæjarhjáleiða 2 landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra, skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform um landskipti né fyrirhugað heiti á lóðinni. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 5.3, Öldutún landskipti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform um landskipti né heiti á lóðinni. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.4, Skyggnisalda 1A og 1B. Heimild fyrir smáhýs á lóðamörkum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við að smáhýsi séu sett niður á lóðir en bendir á leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar í því sambandi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.5, Göngubíl á Laugavegi í nágrenni Álftavatns og Grasaga. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við brúun tiltekinna farvega og telur að með auðvelda aðgengi af svæðinu megi koma í veg fyrir óþarfa slys á fólki. Nefndin telur jafnframt að færsla gönguleiðarinnar yfir Grasaga kvísl sé til bóta og koma í veg fyrir frekari spjöll á umhverfi svæðisins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.6, Jarlsstaðir, deiliskipulag. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar samþykkt samhljóða. Liður 5.7, Svínhagi á 7, deiliskipulag. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.8, Klettamörk deiliskipulag. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hann verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.9, Vesturhlíð deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Skipulagsnefnd telur að tillagan hafi verið færð að tilliti til framkomna athugasemda og nefndin telur að umrædd áform sé í fullu samræmi við samþykkta landnotkun í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagsnefnd samþykkir til tillögun og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.10, Öldutún deiliskipulag. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu
og leggur til að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar samþykkt samhljóða. Liður 5.11 leynir 2 og 3 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu frá Eflu dagsett 6.9.2019 og leggur til að hún verði send til umsagnar að nýju og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða 3. málsgrein 40. greinar sömu laga. Nefndin telur rétt að árétta að áframhaldandi feril skipulagsins skuli þegar framkomnar athugasemdir og ábendingar teknar til umfjöllunar. Lýsingin skuli kynnt samkvæmt ofangreindum ákvæðum skipulagslaga og jafnframt samkvæmt grein 44 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og skal kynningin standa til og með 2. október næstkomandi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar var það samkvæmt samhljóða. Margrét Harpa. Já, takk fyrir aðtöti. Á skipulagsnefndarfundi á mánudag þá ræddum við þetta mál hefur náttúrulega verið svolítið hávært í fjölmiðlum og Morgunblaðinu sérstaklega núna undanfarna daga og þar svona skipulagsnefnd og sveitarstjórn í rauninni borin sökum að við séum ekki að vinna faglega í þessum máli. Við séum að vanrækja okkar skyldur og þess háttar. Við ræddum þetta í skipulagsnefnd, ég hafði orðað í skipulagsnefnd að við ættum kannski að setja niður og við sammældum í skipulagsnefnd, ég og formaður skipulagsnefndar, að það réttara væri kannski að sveitarstjórn myndi setja þarna einhverja línur, bókun á þann hátt að í ljósi þessa ásakana sem hafa verið í fjölmiðlum, að þá áréttum við að sveitarfélagið hefur farið að einu og öllu rétt í þessu máli. Þannig að mér finnst að við þurfum svolítið að svara. Maður hefur ekki verið að fara að svara þessu persónulega en mér finnst þetta svolítið þungar ásakanir og leiðilegt að setja undir því hans að svara fyrir sig. Þannig að ég hef áhuga allan að bóka við þetta ef að sveitarstjórn vill ekki öll gera það. Ég tek undir með Margrét Harpu að ræddum þetta á síðasta fundi og ég held við ætlum að berja saman ályktunum eftir. Tökum bara smá hlið þegar við erum búin að renna í gegnum fundargerðina ekki og Ef við ekki bara taka fundarhlið núna og klára málið. Við erum gert það. Legg það til. Tökum fundarhlið. Jú, við ræddum þetta í hléi, sveitarstjórn og þetta ekki að sé ástæði til þess að bóka sérstaklega þetta þar sem að málið sé farveg og við höldum því áfram. Ég lið 5.12. Það eru Öldutún, breytingar skilmálum aðalskipulags, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hann verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Nefndin telur að málsmeðferð fari eins og óverulega breytingu sé að ræða og sé því samkvæmt 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 5.13 Svínhagi L6B breytingar landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hann verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.14 Gaddstaðir breytingar landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hann verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.15 Þjóðólfshagi 29/33 breyting á landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin vill árétta að eingöngu er breytingu að ræða landnotkun umræddra lóða þar sem hluti þeirra hefur verið skilgreindur sem frístundasvæði. Nefndin leggur einnig áherslu á að hafin verði vinna við breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.16 Klettamörk breytingu á landnotkun, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hann verði kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Það er þessu þó lokið.
Liður 6. Það lundur stjórnarfundur nr. 4. Það er fundargerð frá fundinum tekin fyrir liður 6.2. Yfirdráttur vegna viðbyggingar en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Það liður 6.2. Yfirdráttur tillaga sveitarstjórn ábyrgist 65 milljóna króna yfirdráttur lundar í Arion-banka til alltaf 12 mánaða eða þar til samkomulag lokauppgjör hefur náðst við ríkið varðandi fullfrágang viðbyggingar. Ábyrgðin felur í sér yfirdrátt vegna byggingarreiknings að upphæð 55 milljóna króna og yfirdrátt á rekstrarreikningi lundar 10 milljóna króna til að jafna rekstrarsveiflu stofnunarinnar innan ársins. Orðið lausn á þessu tillögu. Steindór. Hérna í þessu framkvæmdin Glitra að ábyrgjast allan yfirdráttinn og hérna rekstrarreikningin. Já. Ekki Ásahreppur neitt í hlutfalli. Ásahreppur líka. Hvort sig. Já, sem sagt bara í hlutfallinu sem Þetta ein sjálfskuldarábyrgð. Já, sem að bæði sveitarfélögin eru þá að ábyrgjast í hlutfalli væntanlega við eignir eða ekki, eða þetta bara 50-50? Þetta í rauninni þannig að það ein sjálfskuldarábyrgð að upphæð 65 milljóna króna og bæði sveitarfélög undir það getur samþykki þessu. Fleiri? Var þetta gafan? Já, ég nú bara að renna yfir fundargerðina svona í þessum tölu orðum. Ég sé að það hefur ekkert ennþá komið svar við þessu bréfi til ráðherra eða það er engin lausn sjáanleg í þessum á þessum yfirdrætti. Er það nokkuð, ef ekki rétt skilja hjá mér, það er engin viðbrögð frá ráðuneyti? Það er ekki komið svar frá annað en móttekið bréf. Fleiri? Þeir sem getur samþykkt þessa tillögu að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Liður 7, það er fjárhagsáætlun 2020 til 2023. Það er vinnuplan lagt fram vinnuplan vegna undirbúnings fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og tengdra verkefna. Gert ráð fyrir að fjárhagsáætlun verði lögð fram til þeirri umræðu í síðasta lagi 28. nóvember. Liður 8. Var þetta? Já, aðeins varðandi fjárhagsáætlun. Við erum að hugsa hvernig hægt að gera þetta auðvinnanlegra og svona gegnsærra fyrir okkur. Og við komum aðeins inn á áðan að það er ansi oft sem að tillögum bara vísað í byggðarráð og vísað til fjárhagsáætlunar. Og það er eflaust ekki til að svæfa þar en vantar oft þetta að afgreiða tillögur í framhaldinu. Velta fyrir þeim möguleika hvort það væri ekki hægt, hvort það væri ekki gott að koma á því vinnulagi að þegar að stofna snemma árs bara lið sem heitir fjárhagsáætlun þá eins og núna 2020-2023 og henda þar strax inn málum. Það væri bara liður og þá væri ef að tillögum vísa þangað að þetta sé bara hent þangað inn þannig að þetta liggi alltaf þessi tínt inn jafn óðum. Þá er minni hætta á að þetta gleymist eða eitthvað neginn misfarist og þá hefur maður betri yfirsýn þegar maður byrjar á vinnunni. Takk fyrir það. Ágúst? Já, ég tek undir þetta, mér finnst þetta góð hugmynd. Hún myndi styðja hana og mjög auðvelt í framkvæmd. Þetta er ekki bara vinnulegt eða ég get ekki komið bara til og byggðarráðsfund eða eitthvað fyrir koma. Þetta er bara spurning komandi vinnulag. Þetta er auðvitað bara mjög góð tillaga af því það þarf alltaf að passa upp að það sé allt tekið fram sem hefur verið vísað í þessa vinnu. Og ég vil bara framkvæma þetta Ágúst. Kannski bara taka fram ódýtti sem sé þetta hefur verið gert svona en ekki svona snemma eins og þú ert að tala sem sé að málið hefur ekki verið stofnað fyrir heldur í rauninu þessum tíma. Og síðan safnast öll þessi mál þar undir og þetta finna þau þar. Það er bara jafn óðum en ef að koma fram tillögur eins og hefur verið eins og þess ári hjá okkur, það voru að koma tillögur bara í vor eitt og annað. Og þá er bara að gera að hafa þetta verklag, mér líst mjög vel á það, takk. Takk fyrir það. Það var liður 8, Hella miðbæjarsvæði deiliskipulag. Það er tillaga að setja þar á fót vinnuhópur endurskoðun miðbæjarsvæðisins á Hellu. Lagt til að Björk Grétsdóttir, Haraldur Eiríksson og Margrét Harpa Guðsteinsdóttir starfi með skipulags- og byggingafulltrúa og sveitarstjóra í vinnuhópnum
sem reiknaði með að skila á sér hugmyndum í nóvember. Gert ráð fyrir að vinnuhópurinn geti kallað til ráðgjafa í skipulags- og umferðarmálum. Og með þessu fylgir greinargerð tilbæði deiliskipulag fyrir miðbæjarsvæði Hellu frá árinu 2013 og brýnt orðið að undirbúa framkvæmdir vegna bílastæða fleira á þessu svæði og því ástæða að meta hvort gera skuli breytingar á deiliskipulagi þessum tímapunkti. En orðið er laust tillöguna. Ágúst. Já, kannski bara nefna það því að við erum alltaf upptekin af auðvitað fjármálum og allt kostar eitthvað sko. Svona vinna kostar auðvitað eitthvað meira heldur en ef við myndum ekki gera þetta, þannig að það er ljóst og maður sér auðvitað fyrir sér að þetta er tekið af þeim fjármunum sem við tökum frá til skipulagsmála og þannig að mér finnst nú kannski þurfi ekki að taka það fram í sjálfu sér. Það er allir ráðgjafar sem við fáum að málum kostnaði við þá fellur þar undir og það er á að vera svigrúm fyrir svona vinnu. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu ekki í verki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það líka 9 vegahald í frístundabyggðum. Það er tillöga fyrirkomulagi stuðnings sveitarfélagsins. Það er eftir að minnisblað sveitarstjóra vegahald í frístundabyggðum og tillagum að fela sveitarstjóra að leggja fyrir næsta fund byggðarráðsreglur styrki til vegahalds í frístundabyggðum í Rangárþingi ytra og fela byggðarráð að gera tillögu fjárhæð sem verja skuld til þessa verkefnis á næsta ári. Orðið laust þessa tillögu. Ágúst. Já, við bara fylgja þess aðeins eftir. Þetta er auðvitað eins og kemur fram að í minnisblaðinu sem fylgir og allir geta séð að við fáum ýmsar fyrirspurnir á hverju einasta ári gagnvart þjónustu við sumarhúsabyggðir og oft verið að reyna að gera eitthvað til að svona hjálpa til, hefla eitthvað og svona. Þetta er ekki alveg nógu markvisst. Þannig að þetta væri fyrst og síðast til þess og líka til að bara koma sér betra lag. Þetta hvetur líka til þess að sumarhúsabyggðir stofni með sér félagskap sem að þeir eiga að gera en kannski hefur ekki alltaf menn áttar sig ekki alltaf á því að það þarf að gera það og þannig að þá er verið að setja þetta dálítið í hendurnar líka á þeim sem að þar eru með aðstöðu í hvaða takti og hvað er mikilvægast og svo framvegis. Þannig að til að geta forgangsraða þá væri þetta ein leið og þetta hefur reynst mjög vel þar sem þetta hefur verið gert. Ég hef sem sé kannað það og átt samtöl við þá sem að hafa verið með þetta fyrirkomulag meðan í Bláskópið og þar er mjög góð reynsla af þessu. En svo er spurning hvað þetta hafa upp að í þetta og það verður auðvitað svolítið að stúdera það hvað höfum við efna á og hvað hvað er eðlilegt að fara í þetta og tengst og svona með í samanburði við annað sem við erum að gera. En vissulega erum við á hverju ári að nota einhverja fjármuni í þetta, misjafnt eftir árum. Þannig að það er alveg eftir að skoða það. Steindór? Já, þetta er bara ágætis tillaga, sko. Það er náttúrulega þó að það séu til alveg fastir samningar einstaklega en þá eru samt verið að óska eftir afkomu sveitarfélagsins og þetta er gjöld af þessu annað og þetta er æskilegt að setja þetta í svona þá erum við kannski ekki að fá alltaf þessa fyrirspurningar, þá er þetta bara í ykkur farvegi og það eru eins og sveitarstjóri segir að það eru svona þá stofnaði eitthvað þetta eitthvað þessi hverfi þarf að koma sér saman einhvern veginn hvernig þið verja þessu og hvað er gert og þannig að það er þá væntanlega einfaldar myndum að halda svona stjórnsýslan í kringum þetta. Þetta er bara jákvæmt en ég lýsi mig áttu veginn svo vantir að meira en tilbúin til að taka þátt í þessu sveitarstjórnin. Takk. Ágúst. Ég vil minna á það varðandi byggðarráðið vegna þess að félagi minn í sveitarstjórn Steindór er svona að skjóta svolítið á það sem ég vil að láta vísa málum til byggðarráðs og sem eru svona vinnuhesturinn í málinu. En ég minni á það að í kringum fjárhagsáætlunargerðina þá höfum við haft þann háttinn á að það mæta allir á þessa byggðarráðsfundi sem að vilja og geta allt sem snýr að fjárhagsáætlunargerð. Og þannig höfum við haft það núna undanfarin ár og þannig verður það vonandi áfram og þannig að það hafa allir tækifæri til að fjalla þau mál sem snúa að fjárhagsáætlun næstu ára. Bara að það sé á hreinu. Við erum meðal annars með fundaseríu alltaf í byrjun nóvember
bara dag eftir dag þar sem við erum að hitta forstöður með stofnana og fara yfir þeirra óskir og þar sita bara allir, öll sveitarstjórnin. Takk. Takk. Fleiri, sem hvað sem þú farið þarna? Já, mér líst bara ágætlega á að fá aðeins meiri upplýsingar þetta. Ég hef ekki gefið mér tíma til að hringja út og leita á netinu hvernig þetta í öðrum sveitarfélögum. Þannig að mér líst bara mjög vel að fela sveitarstjóra að finna eitthvað út úr þessu og semja reglur. Velti aftur á móti fyrir mér hvort að við séum að lofa eitthvað upp í ermina okkur með niðurlagi þessara tillögu, að segja að fela byggðarráði að gera tillögu fjárhæð sem verja skuli til þessa verkefnis á næsta ári. Þannig erum við að segja að við ætlum að setja ykkur pening í þetta, væri hægt að breyta þessu og segja og fela byggðarráði að gera tillögu fjárhæð sem, gera tillögu hvort verja ætti, hvort við ættum að láta byggðarráð meta það, hvort þetta sé þess eðlis að við séum að fara að setja fjármagn. Mér finnst þessi tillaga, hún felur svolítið í sig að við ætlum að fara að styrkja þetta markvisst. Þetta er svona vangavelta sem við langar að henda fram. Takk. Gúst. Og þetta er kannski út úr snúningur að segja að við getum auðvitað ákveðið að setja 0 krónur í þetta sko. Það er ein leið. Þannig en auðvitað þetta breyta þessu, það skiptir ríkum máli. Það er til að tryggja þá þessi skilningu sé ekki endilega upp á borðum. En, já, takk. Já, þetta er að gera tillögu það fjárhæð og þetta kemur auðvitað alltaf til sveitarstjórnar, til afgreiðslu. Já, eins og ég kannski kom þetta ekki nógu skýrt sko. Það væri þetta að gera tillögu hvort verja skuli fjármagni til þessa verkefnis á næsta ári. Kannski að byggðarráð gerir tillögu, við skoðum kannski svolítið, það er næsta fundi byggðarráðs tekið fyrir svona kannski byrjunar vinna eða svona aðeins farið að huga fjárhagsáætlun. Þá og síðan náttúrulega kemur þetta fyrir á næsta sveitarstjórnarfundi hvort að þetta verði okkar áhersla. En allt er lagi að byggðarráð kannski skoði aðeins ramman og komið með einhverja tillögu að þetta væri kannski fjármagn sem að væri til ef það væri hægt að sjá, já, sem leggja í þennan málaflokk. Og það er þá bara sveitarstjórnar að ákveða. Mér finnst þetta að gefa svolítið línuna að við ætlum að fara að styrkja þetta næsta ári og gjarnan myndi ég vilja geta það en maður er alltaf með þessi belt og axlaband og þorir ekki annað en að vera varhugaverður hvað fólk les út úr fundagerðum þeir sem að nefna að lesa þetta hjá okkur. Já, maður stundum kjaftar áður maður hugsar og ég gerði það núna og ég held nefnilega hérna erum við að taka jákvætt í þetta og við ætlum að gera þetta. Það er eins og spurning hvað á að setja mikla pening í þetta og þau geta verið allt frá 0 og upp í eitthvað. Þannig að mér finnst að við séum hérna sem sveitarstjórn að taka ákvörðun og að við ætlum að búa til svona reglur. Annars myndum við bara stoppa máli hérna. Og þess vegna finnst mér orðalag tillögunnar ágætt. Mér finnst það í rauninni allt í lagi að sé gefið í skín að það muni við einhverju peningar fylgja því annars værum við náttúrulega ekki að þessu. Þannig að sveitarstjórn það er verið að leggja fyrir sveitarstjórn tillögu að við ætlum að fara í þetta. En hvað mikið er ekki búið ákveða. Hvað varst þú með? Já, alltaf nú einmitt bara það sem ákvæmst var að segja sko. Þetta er alltaf bara, við erum í rauninni sveitarstjórnin samankomum hérna og við erum að taka ákvörðun að fara að stíga þessi skref. Svo er það byggðarráðsins að koma með tillögum upp að henni sko. Það er rauninni þannig. Og síðan kemur þetta aftur fyrir sveitarstjórn og þá fáum við aftur að segja já eða nei sko. Takk, Steindór. Alltaf eins og ég skil þetta þá hefur verið bara leiðrétta mér eða vitlaust. Það hefur verið lagt í þetta peningur en þessi tillaga gengur út á að gera ramma utan peningana sem sveitarfélagið hefur sett í þetta eða ekki og mun þá það verður að ramma það við höfum verið að gera einhvers staðar eitthvað en ég veit líka að það eru til alveg grjótharðir samningar einstaka vegi sem hefur samt verið sótt að fá og ég fá sem sagt úthlutað í og þá er bara að taka reglurnar á þessu þetta uppleggi hljóta að vera að þetta verði einfaldara heldur en það sé alltaf beinir hér og þar og svona engin ákveðin
hugsun eða regla hvernig það afgreitt, sko. Takk fyrir það. Takk fyrir. Bara ein spurning þá, því að það er svona í að því að það hafi verið sett eitthvað í þetta. En áttur ég gerum ekki grein fyrir hvaða upphæð sveitarfélag hefur þá verið að setja í þetta. Ég hef ekki séð það svona, hefði alveg gjarnan mátt fylgja. Þannig að kannski eru svör það hvað þetta er svona það bil á ári sem við höfum verið að setja í þetta þá með svona óbeinum hætti eða byggt á gömlum venjum eða hefðum. Þú veist. Já, það er ekki alveg nógu skýrt í mínum huga, sko, hvað hefur nákvæmlega farið í þetta gegnum tíðina. Þetta er þannig að auðvitað er hægt að reyna ekki að matta á það, en ég get ekki gefið neina tölu hérna, ég hef hann ekki og þetta er ekki skýrt í rauninni. Það er verið að gera þetta kannski með einhverju öðru leið og eitthvað slíkt stundum og svona einhver heflun eða eitthvað slíkt og þetta er, þannig að það er ekki alveg ljóst hvað það er, þetta er ekki miklir peningar en einhverjir, alveg örugglega. Og með þessu fyrirkomlega er þá verið að reyna að skýra þetta og hafa þetta á hreinu. En miklu peningar, maður hægt að hugsa, er þetta 100.000 kallar, er þetta 1000 kallar, er þetta milljónir? Peningar eru svo oft afstæðir í þessum hjá okkur, þannig að ég geri mér enga megin grein fyrir hvað sveitarfélög, ég hef bara ekki haft tíma til að garfast í þessu og skoða þessa tillögu nánar. Því ég sá náttúrulega ekki tillögu að afgreiðslu fyrir bara núna okkur að 1:30 í dag. Þannig að þetta bara, já, ég gerir mér enga megin grein fyrir hvort maður getur bara hent 100.000 kall í þetta og sagt bara ok, við erum að styrkja frístundavegi, það er náttúrulega hjákvæðilegt en samt. Þetta kemur þá væntanlega bara fram í þá vinnu biðráðs þegar við þarf að skoða og gera tillögu fjárhag. Já, takk. Ég ætlaði einmitt að segja það, hvort það væri bara hægt að fá þau gögn þá þegar að byggðarráð kemur með tillögu fjárhag. Hvað er mikil peningur að fara í þetta nú þegar á ári? Takk, Ágúst. Já, ég tek undir það. Finnst það bara langbest að gera það þannig og fá svona betri yfirsýn yfir það. En ég get samt sagt að þetta er ekki margar milljónir sem við erum að setja í þetta, það er alveg á hreinu. En ég vil samt nefna eitt að því þú segir að þú hefur ekki séð bókun fyrir bara núna klukkan 1:30 eða sem sé tillögu að einhverju bókun, en það kemur samt fram í minnisblaðinu nákvæmlega sami hluturinn. Þannig að ég vil bara ítreka það og það minnisblað ertu búin að hafa í síðan á þriðjudaginn til að lesa. Þar kemur fram í rauninni hver tillagan er. Það má örugglega gagnrýna eitt og annað vanti gögn og menn hafa ekki nægan tíma og allt það. Ég skil það alveg og stundum bara stendum að þessu ekki nógu vel. En í þessu tilfelli stóð ég mig óvenju vel því að það tillagan kemur fram í minnisblaðinu. Tillagan er einmitt að skoða möguleikar á, það er svo sem ekki sagt meira, það er bara út af gefnu tilefni ónæði eða miklu á gangi sumarhúseiganda að þá eigi að skoða þessa leið. Það er væntanlega sem verður gert í byggðarráði. Myndi ég halda eða vona það. Takk. Þeir sem getur sagt í þína. Ég ætla bara að fá aðeins fundarhlé. Mér langar aðeins að spjalla hérna við félaga mína. Fundarhlé. Fundarhlé veitt. Já, samkvæmt umræðum búin að byrja upp tillöguna að það er lítilega breyta. Tillaga er að fela sveitarstjóra að leggja fyrir næsta fund byggðarráðs reglur styrki til vegahalds í frístundabyggðum í Rangárþingi ytra. Þeir sem getur samþykkt þessa tillögu gefur merki til annars samþykkt samhljóða. Þá leiðir 10 leiguíbúðir sveitarfélagsins, leiguverð og fleira. Það er lagt fram til umfjöllunar minnisblað sveitarstjóra varðandi leiguverð á íbúðum á vegum sveitarfélagsins. En að ræða 20 íbúðir þessar mundir. Það er lagt til að leiguverð á þessum íbúðum verði samræmt og grunnleiguverð taki meira mið af markaðsverði. Með þessu móti verður rekstur leiguíbúða sveitarfélagsins betri og rými fyrir eðlilegt viðhald. Þegar annars ef aðstæður þannig að ástæða þykir til að bjóða íbúðir tímabundið á lægra verði
þá beri viðkomandi stofnun eða málaflokkur þann kostnað en ekki sjóðirnir. Leiguíbúðir, leiguíbúð og félagslegar íbúðir eins og verið hefur. Lagt til að leiguverð á íbúðum sveitarfélagsins verði frá næstu áramótum í 3 flokkum sem hér segir 65 til 85 fermetra íbúðir 850 kr. fermetr, 86 til 115 fermetrar íbúðir 1350 kr. per fermetr og íbúðir 116 fermetra og stærri 1200 kr. fermetr. Voruð þið lausn þessa tillögu? Stendur. Bara gott mál að sveitarfélagi sé bara á þessu markaðssvæði fyrir það á þá einkaaðila sem eru að reyna að halda út ykkur leigumarkaði, það sem er bara góð til að stíð þannig eins og þess. Takk fyrir það. Er eitthvað tekið fram hvað þetta verð, eða þarf að taka fram að þetta sé tengt vísitölu eða þetta gildi eitthvað ákveðið lengi frá næstu áramótum þangað til? Það má breyta svo hvernig sem verður hækka til dæmis aftur eða er þetta fast í einhvern ákveðin tíma? Takk. Ágúst. Já, þetta er bara mjög góð ábending að leiguverð fylgir sem sé vísitölu. Já, Allir samningar fylgja vísitölu. Þannig að það væri eðlilegt að það væri í þessu tilfelli líka. Já. Og væri þá tekið fram í sem sé þetta er bara punktstaða eins og þetta er nákvæmlega núna. Mjög flott. Takk fyrir það. Fleiri ekki hvað þessi hljóðs, þeir sem getur samt þessa tillögu gefumarki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá eru liðið 11 erindi og fyrirspurnir frá Álista 2019. Gjörðu svo vel. Við viljum fylgja því þeim eftir. Já, takk fyrir. Fyrsta tillaga okkar lítur að beinum, það er tillaga beinar útsendingar. Fulltrúa Álista í sveitarstjórnar Rangárþings ytra leggja til að sveitarstjórnarfundir verði sendir út í beinni útsendingu á YouTube frá og með næstu áramótum. Og það er greinargerð sem fylgir þessu. Frá því að Álistinn bauð fyrst fram lista til sveitarstjórnar hefur hann ætíð lagt áherslu á opna stjórnsýslu. Opin stjórnsýsla felur meðal annars í sér að auðvelda íbúum aðgengi að störfum sveitarstjórnar og nefnda, vinnubrögðum og vinnslumála. Stjórnsýslan í heild sinni verður opnari, vonandi skiljanlegri og gerir íbúum auðveldara með að fylgja málum sínum eftir. Einn þessara liða er að gera fundi sveitarstjórnar opnari og með nútíma tækni er ein auðveldasta leiðin til þess að senda fundina beint út á netinu. Þetta er velþekkt aðferðafræði og ágætt dæmi slíkt er bein útsending bæjarstjórnar Mosfellsbæjar sem er svo einnig aðgengileg sem upptaka eftir fund og ég vísa læt fylgja með link á þessa YouTube-rás, á vef Mosfellsbæjar þar sem hægt er að fara inn á fundi og sjá hvernig fyrirkomulagið er. Nú þegar eru fundir sveitarstjórnar Rangárþings ytra teknir upp og birtir á netinu, yfirleitt nokkrum dögum eftir fundi, en með nútíma tækni er ekkert því til fyrirstöðu að hafa þá í beinni útsendingu. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi Karl. Takk fyrir það. Að fresta ákveðnum tillögum að fela sveitarstjórn taka saman minnisblaði það tæknilegar lausnir sem sveitarfélögin nýta nú stundir til að gera íbúum auðveldara að fylgjast með stærri sveitarstjórna. Og við lausnum þessa tillögu. Já, kannski eitt mér líst bara ágætlega á að fá gögn eða sé tekin saman gögn þarna varðandi kostnað. Mætti kannski hnýta við hvort að tímaramminn væri nægur að myndi leggja þetta fyrir næsta byggðarráðsfund eða sveitarstjórnarfund að hafa svolítið tímaramma á þessu ef ykkur er sama. Ágúst. Já, ég sé ekki því til fyrirstöðu, bara dembum og íta, skoða þetta. Ég var ekki ágætt að þetta kemur fyrir næsta sveitarstjórnarfund bara. Þá er það aðeins andrými svona. Já, það bæti því bara við. Já, það er náttúrulega nóg framöndan og liggur svo sem ekki þannig og við erum að tala næstu áramót þannig að þetta er ekki og ég stóri ef að þetta sé stór kostnaður í þessu. Takk. Fleiri? Þá bætum við til að fresta tillögunar og fela sveitarstjórn taka saman minnisblað það tæknilegar lausnir sem sveitarfélögin nýta nú stundir. Fyrir næsta sveitarstjórnarfund til að gera íbúum auðveldara að fylgjast með stærri sveitarstjórna
og komið með þær á næstu sveitarstjórnarfund upp á þessi þar. Og leggja þær fyrir, ertu með fundargerð? Leggja, já. Já, tillögur að fresta afgreiðslu tillöguna til næsta. Nei, hann þarf að taka fyrir. Flott. Gengur þetta? Það ekki? Jú. Þessi getur samt þessa tillögu geðmerki. Tillögu samþykkt samhliða. Árlega 11. Það tillaga okkar gjaldfrjálst mötuneyti. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að mötuneyti verði gjaldfrjáls fyrir grunnskólanemendur sveitarfélagsins frá og með næstu áramótum. Og greinargerð segja má þessi tillaga sé einhvers konar framhaldstillaga frá því fyrir ári síðan þegar álistinn lagði fram sömu tillögu dagsetta 21. júní 2018 sem satt á sveitarstjórnarfundi þá og fékk samþykkta helmingslækkun á verði mötuneytis til nemenda grunnskólana í fjárhagsáætlunargerð sem sagt síðastliðið haust. Nú leggur álistinn til að skrefið verði stigið til fulls. Við vinnslu áðurnefndrar tillögu voru gerðar greiningar á kostnaði hennar þannig að kostnaður ætti að liggja fyrir og ætti að vera auðvelt að uppfæra hann. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Ingu Karl. Það er tillaga að fresta afgreiðslu tillöguna og vísa til umfjöllunar hjá byggðarráði fjárhagssáttmála næsta árs. Orðið laust með þessa tillögu. Ágúst. Já, ég held þetta sé bara mjög mikilvæg tillaga til að ræða og alveg eins og við gerðum í fyrra ákveðum að stíga það ákveðið skref og þannig að ég held að það sé bara hið besta mál að við tökum umræðu þetta og höfum fyrir framan okkur þá svona á þeim vettvangi gjaldskrár fyrir skólana og til að geta byggt undir síðan ákvörðun og rifja upp það sem við vorum að hugsa þá síðast og þannig að já, það er bara hið besta mál farið við þetta, eins mér. Takk fyrir það. Fleiri? Svo er ekki þessi geta samþykkt þessa tillögu geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Byggðarráð 3. Það er tillaga heilsustíg. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að settur verði upp heilsustígur og Hellu árið 2020 þar sem almenningi gefst kostur á að gera æfingar með vissu millibili og ákveðinni gönguleið. Það er greinargerð. Heilsustígar hafa nú þegar verið gerðir í nokkrum sveitarfélögum, eru hannaðir með það fyrir augum að auka útivist og efla hreysti íbúa og fer kostnaður við heilsustíga eftir útfærslu. Heilsustíg á Hellu mætti leggja meðfram ánni og inn í þorpið allt eftir þörfum og áhuga íbúa. Það mætti til að mynda óska eftir tillögum frá íbúum svo að stígurinn myndi nýtast sem flestum. Tillagan fellur vel að hugmyndum heilsu íþrótta tómstundanefndar heilsueflandi samfélag og vonast í undirrituð eftir góðum undirtektum í sveitarstjórn. Og það er Margrét Harpa Steindór og Ingu Karl sem skrifa undir þessa tillögu. Takk. Og takk til að vísa þessar tillögu til umfjöllunar hjá heilsu íþrótta tómstundanefnd. Orðið listum frá tillögu. Engin kveðsum. Það er nú aftur bara hvort við fáum þetta aftur inn á okkar borð og nefndin skila áliti fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Bara að hugsa hvort við þurfum að hnýta því við. Þetta sé samþykkt, já, svo við höfum eitthvað tímaramma. Já. Ég bara fagna þessari hugmynd en það hefur þetta komið svona í svona við höfum kastað fram hugmyndum og þetta er mjög bara áhugavert verkefni að skoða. Það er kannski ekki að fyrir endur eins og tímaramma þetta. Við erum bara í heilsueflandi núna sem 2020 og þetta verður skoðaðis í samhliða því. Það er sjálfsagt. En við ræðum þetta næsta fundi. Þá velti ég einmitt fyrir mér, þú veist, hvenær hún verður tekin fyrir hjá sveitarstjórn til afgreiðslu. Þarna er bara tillaga að vísa
tillögunum til íþrótta- og tómstundanefndar og mér finnst náttúrulega sjálfsögðu að hún eigi að skila áliti. Og hvort sem að við skoðum það sko byggðarráð og hver skoðar það bara til að... Það bara sjálfsagt má taka þetta fyrir sko, næstu viti. Já, og þá eitthvað meinuleysu að byggjum að hún skili áliti fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Fundar hún ekki eflaust eða... Já, fundar það næst. Það allt í góða bæta þér. Það meinuleysu eins og maður segir. Til að gengur út á það ekki, breytingar til að hann vísa þessu til umfjöllunar í nefndinni, þannig að hlýtur hún það ekki að skila áliti. Á ég að bæta við eitthvað eða? Þú getur bara bætti við að það er tekið. Og það myndi skila áliti fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Þetta er bara þannig að ef það skildi nú vera þannig að nefndin hittist ekkert fyrir í desember, þá er það svolítið seint í rassinn gripið. Við ætlum eitthvað að hugsa út í þetta næsta sumar. Kannski á að fresta því. Skoðum við það. Já. Að bæta við sem sé að koma inn á næsta sveitarstjórnarfund. Ok. Bara koma á sem Óska eftir að nefndin skili tillögum. Sem fyrst. Inn á næsta reglulega fund sveitarstjórnar, eitthvað svona, í síðasta lagi eða eitthvað svona. Þá er tillaga að vísa tillögum til umfjöllunar heilsu íþrótta- og tómstundanefnd og óskar eftir áliti nefndarinnar liggi fyrir á næsta reglulega fundi sveitarstjórnar. Þeir sem getur samþykkt þessa tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Það eru fyrirspurnir. Já, það var númer 1. Á 8. fundi sveitarstjórnar Rangárþings ytra 14. febrúar síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn samhljóða tillögu álista um að allar fundargerðir sveitarstjórnar og byggðarráðs frá stofnun sveitarfélagsins árið 2002 yrðu settar inn á vef sveitarfélagsins og að verkinu skyldi lokið fyrir lok maí síðastliðinn. Þetta hefur enn ekki verið gert, svo við vitum þar að segja, hvenær er áætlað að setja þessa fundargerðir inn? Auglýsa þær allar upp eða hverju eina? Já, það er ekki bara ágætt. Já. Og þá númer 2, hver er staðan á ritun Hellusögu og hvenær er áætlað að verkið komið út? Þetta er líka svona framhaldsfyrirspurn kannski. Liður 3, fyrirspurn númer 3, er verkbókhald, er það komið á og hvernig reynist það? Númer 4, hver er loka niðurstaðan á kostnaði við framkvæmdir á nýrri leikskóladeild að Þrúðvangi 18? Númer 5, hver er kostnaður við að fá viðbót við One System skjalakerfið svo íbúar geti fylgst með sínum málum og rakið afgreiðsluferla þeirra? Og þessi síðasta fyrirspurn hjá okkur við spurðum út í þetta líka í maí. Það var sveitarstjórnarfundi 9. maí síðastliðinn og þá var svar sveitarstjóra að óskað yrði eftir uppfæra tilboði frá One System til að svara fyrirspurninni og við hefum náttúrulega ekkert fengið það sveitarstjórn. Þannig að þetta er kannski ekki leita á eftir því. Takk. Það er bara yfir dagskráðu, já. Hvað er samþykki svör? Svar við lið 1, eldri fundargerðir. Þar svar sveitarstjóra að vistun gamalla fundargerða gegnum One-kerfi er ekki lokið en hægt er að nálgast allar eldri fundargerði gegnum fyrir heimasíðu sveitarfélagsins, til dæmis á www.rfsl.is undir valstekinu stjórnsýsla og skýrslur. Og svar við lið 2 söguritun. Þar svar sveitarstjóra verið er að ganga frá myndefni og bókin að vera tilbúin til prentunar, nákvæm útgáfa dagsetning liggur ekki fyrir.
Lið 3 verkbókhald, þar samþykki svar sveitarstjóra. Innra verkbókhaldi Navision hefur verið tekið í notkun fyrir áhaldahús og það kerfi var til staðar í bókhaldskerfinu og engin aukakostnaður sem fólst í upptöku þess. Notkun þess með þeim hætti að starfsmenn áhaldahús skila vinnuskýrslum á skrifstofu og starfsmenn þar færi verkin í verkbókhaldi Navision og gefið innri reikninga og reikning frá byggðasamlög. Þetta hefur reynst vel og til bóta meðan það verklag sem áður var haft. Eins og staðan í dag þá býður þetta kerfi ekki upp á tímaskráningarkerfi og ekki verkbókhald fyrir aðrar einingar en áhaldahús. Væs hefur boðið viðbætur við verkbókhaldskerfið þannig að hægt verður að nota það fyrir fleiri en áhaldahús en við vitum ekki nákvæmlega hvenær það á að gerast. Eins á dagskránni að skoða tímaskráningarkerfi sem gæti þá unnið með Navision. Og svo lið nr. 4 nýja leikskóladeild. Þar svar sveitarstjóra yfirlit kostnað fylgir með gögnum og aðstæðan komin í notkun. Svar lið nr. 5 Valgarpa. Og ég spurði að einu varandi einmitt kostnaðinn, þetta staðan 11. Eru allar tölur komin núna inn? Þetta loka niðurstaða? Ágúst. Já, þetta sko, nú verður samt að athuga að þetta lesið, að sko, það við teljum bara til allan kostnað sem að þessu fylgir, það ekki bara þetta hús sem ræðir, þannig að það oft verið að spyrja það, heldur, það líka, sem sé, bara garður og leiktæki og annað, sandkassi og eitthvað svona. Og það ekki komnar tölur til dæmis það, sem sé leiktæki sem við ætlum að bæta við. Og tökum auðvitað af öðrum liðum í sjálfu sér, en það kemur einhvers síður allt fram í þessari tölu. Þannig að þá eitthvað eftir að bætast við að bara, sem sé, að opna nýja deild. Þannig að, en húsið á að vera komið. Já, það var okkur, ég vildi bara vita hvort það væru allir reikningar og allir þess að komið inn fyrir framkvæmdum á endurbótum við húsið og náttúrulega girðingu þess að eins og hérna inni. Takk. Steindór. Já, ótviti, það kemur þarna fram að samt við fundagerðina gömlu að þessi hægt að fara hana link og inn á gömlu síðuna en sem sagt, vinna í gangi samt, að setja svona markvist gömlu inn á vonið. Já, ég get svarað því, það vinna í gangi. En hún hefur svona, þetta svolítið staut að koma þessu inn í vonkerfið. Það er ekki alveg hægt að flytja þetta bara rafrænt eins og við ætlum að gera vegna þess að þetta var ekki vistað á sínum tíma þannig að það væri almennilega nothæft. Þannig að það vinna í gangi, hún eins og ekki búin. Og af hverju ekki, vegna þess að við áttuðum okkur ekki á því að við gátum ekki flytja þetta beint rafrænt á sínum tíma og síðan hefur þetta kannski mætt pínu afgangi, það verður nú bara að viðurkennast. En það hægt að finna allar fundagerðir. Það finnst mér vera aðalmálið, að það geta allir fundið þessar fundagerðir. Já, kannski hvis það komið inn á þennan leið, þá finnst þetta ekki svona auðfinnanlegt. Maður áttu sig ekki á að eldri fundagerðir séu undir skýrslum, þannig að ef maður að leita á þessu annað borð, mætti ekki bara setja þetta undir flipan fundagerðu og það sé linkurinn þar. Eldri fundagerðir, þessi linkur sem hann undir skýrslur, okkur má ekki bara setja þann texta undir fundagerðarlinkin hjá okkur á heimasíðinu, þannig að ef einhver kæri sig að leita að einhverju, þá hægt að finna þetta, já, gera þetta aðgengilegra. Ég efast einhver rambið þetta inn á skýrslu. Takk. Ekki þá núna bara þegar menn vita af því, en ástæðan fyrir því að fundagerðirnar tekna beint úr vonkerfinu. Þannig að það rauninni ekki á heimasíðinu, heldur koma þær beint út úr vonkerfinu. Það þetta hægt að gera allt, sko, breyta öllu. En þetta var svona quick and dirty aðferðin, það var að setja þetta þarna, en þetta mætti örugglega gera einhvern veginn aðgengilegra en aðgengilegra. Svo má líka benda á það að það hægt að googla þetta bara, þá finnur alla fundagerðir. Bara Google Chrome, sko. Það lið 5, OneSystem. Það svar sveitarstjóra samkvæmt nýjustu upplýsingu frá OneSystem þá stofngjald fyrir OnePortal Citizen 434.000 krónur auka uppsetningavinnu það til 200.000 krónur og mánaðargjald síðan 43.291 krónur. Eitthvað sem þið viljið ræða frekar þessar fyrirspurnir? Ég bara þakka fyrir svörin. Já, takk fyrir. Þá komið að við 12 hundagerðarhellu. Það tillaga og hugmynda staðsetningu.
Það lagt fram minnisblað sveitarstjóra varðandi uppsetningu á hundagerð á Hellu. Hundahald fer vaxandi í þéttbýlinu Hellu en lausaganga hunda bönnuð þar. Færst hefur í vöxt að sveitarfélög hafa komið upp einföldum hundagerðum innan þéttbýlis þar sem hægt er að leyfa hundum og hlaupum og viðra sig. Tillaga staðsetja slík hundagerð á 1000 fermetra svæði norðan við útivistarsvæðið í Nesi. Þjónustumiðstöð geti síðan að koma girðing og annarri aðstöðu. Samnýting yrði þá við útivistarsvæðið varðandi sorptunnur og bekki og geta margan hátt farið vel saman. Hundagerðið væri þá í raun hluti af útivistarsvæðinu sem smám saman að byggjast upp í Nesi. Kostnaður við þetta talið rúmast innan 4 árs-áætlunar útivistarsvæða. Einhver athugasemdir þessa tillögu. Svo ekki þeir sem geta samþykkt þessa tillögu í kemurverki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 13 skal 51 og 53, það er umsókn lóð. B.R. Sverrisson EHF óskar eftir lóðum og það tillaga að úthluta B.R. Sverrisson EHF lóðinni að Dinskál 51 að Hellu til að reisa þar iðnaðarhús og lóðina Dinskál 53 fyrir atvinnunarsvæði. Taka þar fram í lóðaleigusamningi vegna Dinskál 53 að vegna nálægðar við flugbraut ekki heimilt að reisa þar hús samkvæmt kröfum í deiliskipulagi og einnig að þar þurfa að gera kröfum snyrtilega afmörkun athafnasvæðisins. Orðið lausn með þessa tillögu. Engin kaus og hljós, þeir sem geta samþykkt með G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 14 eigna á framkvæmdasvið eða ráðning forstöðumanns. Undirbúningur ráðningar í samræmi við skipurit sveitarfélagsins. Það er tillaga að fela sveitarstjóra að vinna drög að auglýsingu í samræmi við samþykktir sveitarfélagsins og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs til staðfestingar. Orðið lausn með þessa tillögu. Engin kaus og hljós, þeir sem geta samþykkt með G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það er lið 15 aðalfundur SAS 2019. Það er kjörbréf. Lið 15.1 er aðalfundur SAS. Það er tillaga að skipa eftirtalin sem fulltrúar sveitarfélagsins á aðalfund samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sem haldið verið 24. október 2019 á Hótel Geysi í Haukadal. Aðalmenn verið Björk Gretarsdóttir, Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Steindór Tómasson og varamenn Haraldur Eiríksson, Ágúst Sigurðsson, Yngvi Harðarsson og Yngvi Karl Jónsson. Orðið lausn með þessa tillögu. Engin kaus og hljós, þeir sem geta samþykkt með G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liðið 15.2 aðalfundur HES. Tillaga að skipa eftirtalin sem fulltrúar sveitarfélagsins aðalfund Heilbrigðiseftirlit Suðurlands sem haldinn verður 25. október 2019 á Hótel Geysi í Haukadal. Aðalmenn verði Haraldur Eiríksson og Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Yngvi Karl Jónsson. Varamenn Björk Gretarsdóttir, Ágúst Sigurðsson, Steindór Tómasson og Það er vitlaust í þessu og ég sendi inn önnur nafn. Já, ég búinn að setja inn í, ásækið inn í sem sé hérna en það er ekki í þessu. Ég skal finna það. Þú var það bara. Í þessu. Já, ég held ég verið búinn að, kannski verið búinn að. Er það rétt? Býtu, má sjá, það er aðeins Björk og Hjalti, ég og Steindór og varamenn. Nei, býtu, má sjá, Það er sniðar. Það var næstu sér, sko. Ég get fyrir tvísvar. Já, það er þarna, sko, sem á að vera Yngvi Harðarsson aðalmaður í. Í heilbrigðiseftirlitinu. Þetta á að vera Yngvi Harðarsson hérna. Já, þetta var það maður. Ekki? HES aðalmenn Margrét Harpa og Yngvi Harðar, varamenn Steindór og Yngvi Karl á HES. Hvað sagði það ekki? Það er sem sagt að aðalmenn verði Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Yngvi Harðarsson og varamenn Björk Gretarsdóttir, Ágúst Sigurðsson, Steindór Tómasson og Yngvi Karl Jónsson. Einhver athugasemdir þessa tillögu. Svo ekki þeir sem geta samþykkt með G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 16 ritstjórnarstefna Ráðþings ytra. Staðfestingar tillaga ritstjórnarstefna frá atvinnu- og menningarmálanefnd, jafnframt afgreiðslu, jafnframt lagðar fram breytingartillaga frá Margréti Hörpu
Afgreiðslu frestað en tillögur og hugmyndum breytinga vísa aftur til atvinnu- og menningarmálanefndar til frekari skoðunar og tillögugerðar. Orðið lausn um þessa tillögu. Má ég tala á? Já, kannski eitt, þetta eru ekki tillögur frá mér komna, þetta eru tillögur álista. Breytingatillögur frá fulltrúum álista, eða frá, já. Þetta er ekki frá mér einni komið. Út frá því. Því viltu breytti náttúrulega fram breytingatillögu frá álista. Breyti því. Þeir sem getur samþykkt þessa tillögu gefur merki eða samþykkt samhliða. Liður 17 sveitarfélögum á heimsmarkmiði, samstarf sveitarfélaga loftslagsmál á heimsmarkmið. Þar er tillögum að sveitarfélaga Rangárþing vita samþykki yfirlýsingu samstarf sveitarfélaga loftslagsmál og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og taki þátt í samstarfsvettvangi sveitarfélaga þar um. Björk Grétarsdóttir verði tengiliður sveitarfélagsins við samstarfsvettvanginn. Orðið lausn um þessa tillögu. Það bara Steindór. Það er mjög miklir. Þetta virðist vera eiginlega eingöngu fjárútlát en þetta þarf að skoða þetta eitthvað. Þó margt sé óskoðað líka í þessu en maður er sammála mörgu þarna inni en ekki öllu. En líklega er það rétt að vera með í þessu samstarfi að skoða þetta. Já, ég held að sé eðlilegt til okkur að vera með í þessu. Það eru 40 sveitafélög af 72 með í þessu. Sjálfsagt koma einhver fleiri núna þegar kom þessi ítrekkun eða áskorun. En hvað þetta þýðir veit maður ekki alveg á þessari stundu. En mér finnst að við þurfum að fylgjast með og vera þarna með og styð í þessa tillögu. Takk. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt þessi tillögu gefur merki. Tillagan samþykkt samhliða. Liður 18 stofnun forvarnateymis. Það er erindi frá félagsþjónustu Rangárvallar og Vestur-Skaftafellssýslu. Tillagan sveitarstjórn Rangárþings ytra styðji hugmynd frá félagsþjónustu Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu að komið verði á forvarnateymi og tilnefnir Ingvar Karl Jónsson fyrir sín hönd. Orðið lausn um þessa tillögu. Hugrún. Það líst vel á þetta, þetta er bara alveg löngu tímabært. Forvarnir eru mjög mikilvægar. Takk fyrir það. Fleiri? Má ekki tala á? Já, ég tek alveg undir með það, þetta er mjög mikilvægt að forvarna sig að það sé alltaf verið að vinna í þeim og þetta er náttúrulega kannski svona, það verður þarna verið að taka upp kannski vinnu svona þessa, það var ekki stóra hóps og litla hóps sem áður var. Það var svona vinna hérna í gangi, kannski ekki nógu markviss, þannig að ég bara fagna þetta skert á sýsluvísu, það er mjög gott. Við göngum það. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Það er liður 19 félagsmálanefnd, 168. Það er fundargerð lögfram til kynningar. Liður 20 SAS, fundur 548. Fundargerðin þar lögfram til kynningar. Liður 21 Samband íslenskra sveitarfélaga, fundur 873. Það er fundargerð lögfram til kynningar. Liður 22 Bergrisinn, fundur 8. Fundargerð lögfram til kynningar. Liður 23 HES stjórnarfundur nr. 198. Fundargerð lögfram til kynningar. 24 Fjallskilnefnd Holtamannaafréttar. Það er fundargerð tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina fyrir sitt leyti. Það er lausn þessi tillögu. Fundum þessu hljóðs þeir sem geta samþykkt gefur merki. Tillagan samþykkt samhliða. Liður 25 Samtök orkusveitarfélaga. Fundur 37 fundargerð lögfram til kynningar. Liður 26 niðurfelling hafsvegar og hlutahafsvegar frá vegagerðinni lagt fram til kynningar. Liður 27 niðurfelling lækjavegar og bænum læk frá vegagerðinni lagt fram til kynningar. Það verður bara óskandi að vegagerðin fylgist eins vel með vegum sem þarf að hefla. Eins og þessum sem að þeir fylgjast ofsalega vel með því ef einhver flytur í burtu á lögbílum. Mætti alveg að skoða hitt líka. Annars er það góður. Þegar einhver flytur á lögbíl. Já. 28 Göng og reiðbrú yfir Þjórsá ofan Þjófafoss lagt fram til kynningar. Ágúst. Já, og við langaði kannski bara að segja frá þessu að þeir komið hérna í heimsókn
og sögðu okkur frá þessu. Við erum búin að fá kynningu á þessu tvisvar eða eitthvað svoleiðis, en þetta verið að þróast verkefnið. Vekja athygli á því að það eru þessi konur niður á eina leið sem að þeir hafa verið að kynna og sem Stöplabrú. Það var hugmynd uppi það að búa til svona vað á sínum tíma, en menn féllu frá því sá að það myndi verða erfitt í framkvæmd. En þetta sem sé miðleiðin sem kemur fram, sem þá það sem þeir ætla að stefna að, sést ekki frá sem sé Þjófafossi þegar maður stendur þar á planinu og fer ekki mikið fyrir henni, en alvöru brú og allt gott það að segja. Svo vildi líka sem sé flytja þau skilaboða að þeir eru tilbúin að koma ef við viljum fá frekari kynning á þessu út í nefndum eða hvernig sem það er. En þetta svona þetta að fæðast. Vildi bara koma þessu að. Takk fyrir. Það var liður 29 menningarverðlaun Suðurlands 2019. Það var samtökum Suðurlandska sveitarfélaga og það lagt fram til kynningar. Þá var dagskrárefni tæmt á þessum fundi og að lokinni loknum yfirlesta fundagerð segir sem fundi slitið. Takk fyrir.